tekur hér við mánudaginn 15. september. Við ljúkum hér þætti á friðaraktivisma en rannsóknir að hefjast á fyrirbærinu hér á landi. Það Guðrún Sif Friðriksdóttir sem starfar í Reykjavíkur Akademíunni sem kemur og ræðir máli við Björn Þorláksson. Þar á undan fáum við að vita af verkfalli en meiri líkur en minni eru að óbreyttu á verkfalli hjá langstærstum hluta starfsmanna Fjarðaráls fyrir vestan. Björn Þorláksson hringdi vestur og kannaði málið. Óþekkti þingmaðurinn, hann hefur afturgöngur sína en Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, segir frá lífi sínu í persónulegu spjalli við Björn Þorláks. Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur og fréttaritari Samstöðarinnar í London segir Gunnari Smára frá mótmælum helgarinnar. Stórir hópar manna kröfust breytinga og innflytjenda stefnu stjórnvalda. En við hefjum hér leika á erlendum föngum. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu og Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, lögmaður og formaður Siðmenntar, ræða hér Kúrani en kannski svona aðeins meira málefni erlendra fanga almennt. Hér rétt á eftir stuttar auglýsingar. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Sæl eftir og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað ég komið góð gesti til þess að ræða málefni fanga eða erlendra fanga öllu heldur. Það Guðmundur Ingi Þóroddsson og Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Það kannski bara kannski hæst í málefnum erlendra fanga í dag að Kúrani verðist hafa ég hef svona gert einhvers konar samkomulag við ríkið. Fylgdust þið eitthvað með þessu framvindu þessa máls í dag? Þetta auðvitað mjög flókið mál. Þetta maður sem í þannig stöðu í fangelsiskerfinu að hann að kosta ríkið alveg gífurlegar upphæðir. Ég held að sé núna einhver 8 stöðugildi yfir ársgrundvöll sem að þýðir hvað 160 milljónir eða eitthvað sliðis á ári og ef þá halda honum í 3 ári viðbót þá það hálfu milljarður sem helmingi meira en ríkisstjórnin var að setja aukalega í fangelsismálum fyrir næsta ár. Þannig að ég ekki alveg, svo þetta flókið, ég meina þetta maður, hann ekki bara með 8 ár sko, hann líka með 10 ef ekki 100 mála í kerfinu sko, sem ég veit ekki alveg hvernig á að afgreiða. Það náttúrulega ekki sanngjarnt að menn fái bara menn verða að fá dóma fyrir sína glæpi, skilurðu, en ég veit ekki alveg hvernig á að leysa þetta, en ég held að eina sem síðan stöðunni... Mér sýnist íslenska ríkið ætla bara svona að leysa þetta með því að senda hann eftir til Sýrlands. Já, ég held að það verði, hann búinn að afsala sér þessari vernd, hann vill fara, þannig að það náttúrulega bara, ætti þá bara í raun og kannski gera það strax, en ég meina það þarf þá að koma eitthvað til, það þarf að náða hann fyrir öllum þessum brotum, og það verður þá að gera það á undan áður en að fer. Þú sammála því? Ég svo sem kannski minni skoðun á því hvernig á að taka á svona einstökum málum. Maður þetta hefur ekki allar upplýsingarnar allt sem þarna bakið sko. En hins vegar þá finnst mér alveg gagnlegt að nefna þetta mál í þessu samhengi vegna þess að
það sem hefur einmitt verið umræðinu kannski síðustu daga, það þessi frétt hlutfall erlendra fanga, erlendra ríkisborgara í íslensku fangelsum. Og ég held að þegar hinn almenni borgari sér frétt af þessu tagi, þá sé Kúrani akkurat manneskjan sem að fólk sér fyrir sér. Það sé þarna inni. Akkurat. Og að þetta sé upp til hópa eitthvað skonar, þetta einhver hættulegur hópur, þetta einhver glæpamenn og eitthvað slíkt. Og það gefur auðvitað enga veginn, þessar tölur gefa auðvitað enga veginn rétta mynd af því sem að verið að tala um. Það sem að mér hefur kannski þótt skipta svolítið miklu máli og kannski vanta inn í umræðuna, það hvers vegna erum við að spyrja þessara spurningar. Vegna þess að auðvitað segja þessar tölur okkur eitthvað. Þessar tölur segja okkur eitthvað. Það eitthvað, það einhverjar upplýsingar þarna baki, það eitthvað sem útskýrir það að þarna mikil hækkun og hlutfalli erlendra fanga, íslensku fangelsum. En það kannski farið minna í að svara þeirri spurningu. Og ég myndi spyrja, ef ég væri fréttamaður, þá myndi ég kanna hvers vegna erum við að spyrja þessara spurninga. Vegna þess að við vitum það að það demografían í fangelsum almennt ekki þverskurður af samfélaginu. Það ekki þannig og hefur aldrei verið. Og það hafa verið dregnar ýmsar gagnlegar ályktanir af því gegnum tíðina, bara til dæmis það að fólk sem orðið fyrir áföllum, fólk sem að glíma við tilteknar áskoranir og annað, það líklegra til að lenda í fangelsi. Það ekki að því að fólk verið vondið það að lenda í áföllum, heldur vegna þess að það ekki að fá þá aðstoð sem það þarf á að halda. Þannig að við gætum dregið út úr þessum tölum gagnlegar staðreyndar, gagnlegar upplýsingar fyrir okkur að gera eitthvað uppbyggilegt með þeim. Það kannski ekki alveg það sem að gerast þarna, Þannig að þetta svona kannski fyrsta sem að ég myndi alltaf varpa fram. Hvers vegna erum við að spyrja þessari spurninga? Hvert markmið, hvað það sem okkur langar til þess að gera? Langar okkur til þess að bæta líf fólks og bæta þetta samfélag? Finnst okkur einhverju, hvað ég var að segja, einhver árangur fólkin í því að þverskurður samfélagsins í fangelsum og hvað hvaða þýðingu hefur það allt þetta? Hvers vegna brýtur fólk af sér og annað? En svo annað sem að ég bendun á, bara sjálf og hef bent á oft í þessari umræðu, það það að það ekki allir sem eru í fangelsi einstaklingar sem hafa verið dæmdir fyrir afbrot og afplána refsidóma. Það þetta stór hluti fólks í fangelsum þar í gæsluvarðhaldi og annað slíkt og núna árabil hefur Ísland, reyndar held ég bara frá upphafi, þá hefur það verið þannig að fólk sem hefur fengið synjun dvalarleyfi á að flytja á landi, það vistað í fangelsi. Þeirri umræðu hefur verið svolítið snúða haus í pólitískur umræðu þar sem að ráðherrar þessara ríkisstjórnar og fyrir ríkisstjórnar hafa haldið í fram að okkur beri skylda samkvæmt Schengen samkomulaginu, Schengen samstarfinu að vera með einhvers konar það sem þau kalla brottvísunar búðir. Þessi umræða svolítið skökk vegna þess að já, það sem rétt í þeirri umræðu það hefur verið gagnrýnt að við séum að setja þetta fólk í fangelsi. Það það sem hefur verið gagnrýnt. Þannig erum við að tala í gegnum tíðina við að tala fáa einstaklinga í einu en þeim fyrir fjölgandi. Hvers vegna? Ekki vegna þess að þeim fyrir fjölgandi sem að, hvað ég var að segja, að brjóta af sér og að verðendum uppruna heldur vegna stefnu stjórnvalda. Það orðin stefnu stjórnvalda að beita harðari aðferðum, meiri þvingunum, meiri þyngd til þess að reyna að knýja fólk til þess að fara úr landi. Þannig að það svo margt í þessu. Þannig það verið að fangilsa fólk sem á flytja úr landi. Svo margt sem ég langar að segja þetta, þú verður að stoppa mig þannig að við getum... Nei, þú bara halda fram nóg. Að því að það sem að skiptir máli þetta líka hvers vegna fólk sett í fangelsi eða hvers vegna það lokað inni í aðdraganda flutnings úr landi. Samkvæmt lögum og samkvæmt gildandi lagaákvæðum sem að voru líka áður, það í sjálfu sér ekkert sem hefur breyst hvað löggjöfuna varðar þar í grunninn, að ef þú ert líklegur til þess að reyna að koma þér undan framkvæmt ákvörunar flutningi, að þá heimilt að auðvitað þarf að beita vægari úrræðum fyrst, að láta þið tilkynnið á einhvern stað reglulega og eitthvað annað slíkt, eða það þetta, ef í hart fyrir það má taka þig og halda þér inn í lokuðum.
það má ekki setja fólk í rauninni í fangelsi í þessari stöðu. Það það sem Schengen gagnrýnin gengur út á. Að við eigum að vera með úrræði fyrir þessa einstaklingar sem vægara en fangelsi. Það snýst ekki það við að loka inn í allar fjölskyldur og börn sem hafa fengið synjun eins og því svolítið stilt upp. Það ekkert í Schengen samstarfinu sem kallar á það. Það sem að mér langar að nefna í þessu samhengi að hvað þýðir það? Það sem hefur líka breyst túlkun stjórnvalda á því að einstaklingur sé líklegur til þess að koma sér undan. Áður þá var það kannski meira svona samkvæmt orðana hljóðan ef að þú hefur áður flúið, þú ert búin að leyna heimilisfangiðinu, þú verður ekki svara lengi, látið þig hverfa, þá já, ég held að við getum nú svo sem alveg verið sammála um það kannski gefur einhverja vísbendingar um það að við komandi ætli sér að koma sér undan flutningi. Stjórnvöld líta svo á í dag að ef þú í rauninni ert ekki reiðubúin að vera þessu þaukalla, bara sína samstarfsvilja, skrif undir þessu þaukalla og ég seti henni að gæsa bara sjálf viljuga heimför, þá sértu að mótmæla flutningi og sért í rauninni að reyna að koma þér undan ákvörðuninni. En þetta auðvitað ekki það sama. Það allt annað fyrir fólk að skrifa undir og segja já, ég til í að fara. Ég ætla bara fara upp í þessa flugvél og fara heim og fæn með það og þykja einhvern nasapenning fyrir það. Eða að segja ég vil ekki fara, ég tel mig ekki geta farið og vil ekki fara og ætla ekki að fara. En koma sér ekkert undan ef að því og fólk segir þótt. Ég verið með marga skjólstæðingar sem segja það ég get ekki farið, ég vil ekki fara. En ef þið flytjið mig, þá bara flytjið þið mig. Það það sem að þið geti gert og þið hafi vald til að gera. Þannig að þannig kannski löggjöfin hugsuð upp af við, sko. En þarna hefur túlkunum breyst á þann vega í rauninni bara það einstaklingur lýsti yfir í fjölmiðlum að hann væri ósammála niðurstöðu íslenska stjórnvalda, þá var hann meitinn ósamvinnuþýður og það bara farið með lögregluvaldi að heimil og bara í rauninni farið með mjög miklu offórsi að sækja til að fara með hann á flugvöllinn þegar það ekkert sem bent til þess að hann ætli sér að vera eitthvað ósamstarfsfús. Þannig að það sem ég að benda á sko, þess að tölur segja okkur eitthvað. Það sem mér þykir alltaf svolítið erfitt í þessu sko, að því að fangelsi, þú veist, afplánun dóms, það svo rosalega mikill svona, þú veist, þetta svo alvarlegt, þetta svo mikill svona endapunktur að loka einhvern inni vegna þess að það bara ekkert annað í boði. Og það svona hefur mér fundið svolítið vanta upp á þetta í samtalinu að og ég með þess að tölur þar komu fram held ég í júli var Bergþór Óla sem að spurði dómsmálaráðherra baðan svona tölur fyrir 2024 en þá talar hann að 208 erlendir ríkisborgarar séu í gæsluvarðhaldi á einhverjum tímapunkti yfir árið hafi verið og og af 218 í heildina sem segir okkur að það hafi 10 erlendir fangar verið í afplánun dóms sko og svo það 63 af þessum 208 þeir eru að bíða eftir brottvísun. Akkurat. Sem bara 1/4 eða svona, já. Það akkurat það sem hefur verið mitt verið að benda á. Það eru mikilvægur upplýsingar í þessu en svo líka annað sem að afstæði hefur til dæmis verið að benda varðandi akkurat hvenna möguleikana sem að erlendir og íslenski fangar það svolítið erfitt að átta sig á þessu tölum en þess að þrátt fyrir að það séu vissulega margir úr þessum hópi sem eru vistaðir í fangelsum í styttri tíma að þá eru einnig afskaplega margir sem eru vistaðir bara á lögreglustöðunum sjálfum og þannig vitum við ekki hvort að það sé skráð. Það allan ekki skráð í gegnum fangelskerfið af því að þegar lögreglumenn hafa jafnvel verið að hringja okkur og segja okkur frá hvað að gerast sem að þeim ofbýður að þá það ekki skráð til dæmis hjá Fangelsismálastofnun sko. Þannig að þetta svolítið erfitt að átta sig á þessum tölum sko, varðandi þennan hóp en sko fangelsiskerfið sprungið fyrir löngu og fangelsin hafa stundum neitað að taka við þessum hópi fannst þeir bara geta ekki, ekki með plás en við erum með full fangelsin af fólki sem að að fá setja sér dóma viljast þér það? Já, að setja sér dóma en sko þetta nýjustu tölur eru að hátt í 60% eru útlendingar í fangelsiskerfinu og þar eru 75% sko í gæsluvarðhaldi og 13% fanga eru konur í dag sem aldrei verið svona háar
tölur sem við höfum séð, það eru yfir 20 konur og þar af eru sko, ég held að sé bara einhverju 2 íslenskar sko, eða 3. Þannig að restin erlenda konur og það mikið af fólki, sem sagt útlendingu sem hefur ekki tengst við landi, sem sem sagt burðardýr, að koma inn með vímuefni og þeir eru að koma inn með það magna. Þetta sem sagt í raun og veru ekki hár dómur sem fólk að fá og ef þetta væri Íslendingur sem var að koma með þetta þá væri honum sleppt eftir rannsókn og síðan tæki sá aðili út sína refsingu í samfélagsþjónustu og þyrfti í raun og veru aldrei að fara inn í fangilsi meir. En af því að fólki útlendingar að þá láta þau afplána í öryggisfangilsi í raun og veru allan tíman og það er ósanngjarnt en á móti kemur sko að ríki veit ekki alveg hvað það á að gera af því að þau mega í raun og veru ekki vinna á Íslandi, þau þurfa þó útvegan húsnæði fyrir utan og hvernig á að sjá þau í landinu af því þau eru þó sett í farbann en með því að hugsa þetta upp á nýtt og koma upp einhvers konar áfangaheimilum og leyfa fólki að taka út í samfélagsþjónustu þá væri það bæði miklu ódýrara fyrir kerfið, mannúðlegra og myndi losa ákveðna stíflu í fangelsiskerfinu. En þetta ástæðan fyrir öllum þessum hópi útlendinga sem ekki með tengsl við landi, sem inn í fangelsunum, að það mismunun í gangi, sko, gagnvart Íslendingum. Fangelsin ekki full af mörgum Kúranís. Nei, hann einstakur. En ég held að Kúrani hafi verið mjög heppilegt svona dæmi fyrir ansi marga í þessar, sem að hafa svolítið svona, maður tekur eftir því að það svona, þar eru í ákveðnum kreðsum, þá Kúrani notaður sem svona dæmi erlenda glæpamann sem að sé að slega íslenska kerfið. Ég held að það sé mjög heppilegur svona posterboy. Já, en þú talar glæpamann, sko, Kúrani bara veikur einstaklingur og á ekki heima í fangelsi og það sjá allir. Auðvitað fólk hrætt við hann að því bara út af hvernig hann málaður í fjölmiðlum en ég meina Kúrani á líka góða daga og við höfum hitt hann upp frá og spjalla við hann og við þurfum enga hjálma og skildi til þess. Akkurat. En þannig að þetta líka bara spurning hvernig komum við fram. Þarna erum við bara með einstakling sem að kerfi veit ekki hvernig á að koma fram við, veit ekki hvernig á að umgangast hann. Þannig að þetta maður sem á ekki heim í fangilsi. Nei. Við erum akkurat kannski svolítið í því við vitum ekki hvað maður gera og gerum við bara eitthvað. En þetta ég held að sko kannski bottom line þarna það að það ákveðin ákvörðun stjórnsýslu stefna sem veldur því að þetta svona, að staðan svona og það eitthvað sem þetta eitthvað sem að mér finnst mjög gott að við séum að skoða en akkurat þetta út frá hverju erum við að skoða það og í hvaða markmiði og þú talar að Kúrani sé kannski svo segir ykkur posterboy fyrir ykkur sem að vilja segja eitthvað ákveð. Ég myndi frekar orða þannig, ég held að Kúrani sé akkurat einstaklingurinn sem fólk óttast og það nú oft sagt að sko andstæðan við ást ekki hatur heldur ótti og fólk hrætt vegna þess að það bara búið að hræða það rosalega mikið og þessu stilt upp svona ég ekkert alltaf vissum að það sé endilega af óheiðlegum ástæðum stundum en stundum fólk bara raunverulega hrætt þekkir ekki, veit ekki verður hrætt og reitt og bregst við með því í rauninni að bara hræða alla aðra og það verður einhverju svona paniki og ég hefði miklu frekar vilja sjá stjórnvöld bregðast í þessum ótta í samfélaginu með því að takast á við hann og reyna að róa samfélagið í stað þess í rauninni að mata þessa orðræðu við þurfum að styrkja landamærin. Hvað þýðir það? Það verið að snúa við bara stranggeðalegu fólki á landamærunum að því ég veit ekki hvað það mögulega í útliti fólk sem gerir það verkum að lögreglan óttast og þú ætlar að sækja hæli sem að sannarlega eru mannréttindi, við skulum taka það fram en líka bara það verið að snúa fólki við á landamærunum á kolólöglegum forsendum sem voða lítið sem fólk getur gert í því ef það ætlar að sækja rétt sinn, það kannski að koma heimsækja fjölskyldu. Ég að fá fleiri einstaklingar sem að leita til mín og vilja leita réttar síns vegna sem að snúa við á landamærunum með einhverja ákvörðun sem á sér ekki stóð í gögnunum en þau geta ekkert gert af því að svo þau bara farin, þau bara snúið við og þá hefur í rauninni enga hagsmunni af því að fá þeirri ákvörðun hnekkt vegna þess að þú bara farin, þú getur reynt að koma aftur en og svo kemur lögreglan inn og stærir sig af því hvað hann búin að vísa mörgum frá landamærunum og lætur það hljóma eins og það sé bara Kúrani sem hún að vísa frá landamærunum þegar þetta bara
venjulegt fólk sem bara að koma hérna í, eins og ég segi, stránkæðilegum erindagjörðum. Við verðum svolítið að hugsa þetta, sko. Þetta alveg rétt þegar með óttan og þetta ásvöldi við allt fangelskerfið. Fangelskerfið hjá okkur hefur verið svo lokað, það var aldrei mátt fréttast neitt úr fangelskerfinu og stjórnvöld hafa aldrei vilja tjá sig það og svo bara afskaplega lítil þekking á fangelsmálum til á Íslandi, í þeim ráðuneytir sem eru að vinna við það. Og það bara dómsmálaráðuneytið nánast. Þannig að fræðsla, það eitthvað sem við þurfum meira hér varðandi þessi mál og hvað sem það fyrir erlendafanga eða íslenska eða bara allt fangelskerfið, að við þurfum að fræða almenning og stjórnvöld hvað að vera. Ef þú hittir einhvern frá Noregi, einhvern normann, einhvers staðar í heiminu og skiptir engum máli hvar hann hann mun segja það sama og allir aðrir normenn, skilurðu, varðandi fangelskerfið, ef hann spyrði, ef ég spyr hann hvað finnst þér hvernig fangelskerfið á að vera, þá segja þær allir sömu setningarnar. Já, þetta spurning hvernig nágranna ég vil fá og vill ég hafa endurhæfða nágranna eða vill ég fá mann sem búin að vera í geymslu allan tíma. Það segja allir það sama, alltaf, og það byrja allir sem eru að koma frá Noregi, sem eru að halda fyrirlestara varðandi fangelsmál, við byrja alltaf á þessu. Hvernig nágranna viljum við fá og þetta bara að því að þeir eru svo vel upplýstir fangelsmál í Noregi að það alltaf verið að koma og fræða fangelsmál. Hérna hefur afstaða verið leiðandi í fangelsumræðinni síðasta áratuginn og stjórnvöld hafa neyðst til þess að opna sig svona smátt og smátt en eru ekkert alveg þar ennþá, sko. Þannig að það ennþá svolítið tabú hjá akademiska fólkinu að eiga samstarfi afstöðu, skilur þannig að við erum bara langt á eftir og en maður sér alveg að þetta að þokast eitthvað smá, þetta gengur bara mjög hægt reyndar, sko. Hvað ekki norska leiðin í öllum málaflokkum sem sagt? Það tala allir það en við erum þannig að við viljum aldrei leita aðstoðar. Við viljum alltaf finna upp hjólið. Það bara þannig. Og við eigum, og svo gerum við þetta alltaf illa. Við erum alltaf að henda einhverjum plástrum og reyna að finna einhverja svona skammtíma lausnir, staðan fyrir að hugsa þetta heildstætt og gera þetta almennilega. Það bara þessi vandar. Ég held nefnilega hugsunina í rauninni þetta allt saman. Í alveg sama hvaða málaflokk þú horfir á, hvort það geðheilbrigðisþjónusta, hvort það fangelsismál eða útlendingamál eða annað. Spurningi sem við gleymum alltaf að spyrja okkur eða svona undanfarið, ég held við höfum verið betri í þetta áður, hvernig samfélagi viljum við búa í? Hvernig viljum við að samfélagið okkar sé? Af því það sem verið að gera núna svo margt, sem snýst svo mikið að næra þetta við og þið, sem að skapar óörugt samfélag. Við verðum öll hrædd við hvert annað og það skapar hatur og átök í stað þess að hugsa, hvernig viljum við hafa þetta? Og til dæmis þessi sífellt aukna krafa það að við sýnum útlendingum að þeir sé ekki velkomnir hérna. Það bara fullt af fólki sem á engan annan kost og hvaða skilaboð erum við að senda þeim einstaklingum. Og þannig að og hvernig samfélag erum við að búa til? Við erum að búa til samfélag ótta og aðskilnaðar og ég get tekið svo mörg dæmi það hvað okkar fordómar hafa bein áhrif á líf fólks út á götu. Mér varst alltaf gagnlegt að nefna til dæmis. Það voru 2 sjálfboðaliðar hjá okkur á Rauða krossinum, bæði svona arabíski útliti og hún gekk með höfuðslæðu, stúlkan og hún var strákur. Þau eru ekkert tengt að neina öðru leiti en að þau eru bæði að vinna, voru þá bæði sjálfboðaliðar í Rauða krossinum. Þau töluðu bæði það mikið þegar þau eru fóru saman í einhverjar sendiferðir. Þá fær hann óslega illt augnaráð. Af því að fólk sér þau saman, 2 araba, hún með einhverja slæðu. Við erum búin að ákveða það sé nú bara því að hún kúuð kona og þessi maður hérna, hann greinilega búin að neyða hann til þess að vera með þessa slæðu. Og fyrir viki fáðu viðmót út á götu sem ekki neinu samhengi við það sem þau eru, það sem þau eru að gera og annað slíkt. Og mér langar að nefna dæmi fyrst við erum að tala fangelsismál og fanga og þessa trú að allir sem sitt í fangelsi séu eitthvert skrýmsli að það var fyrir nokkrum árum síðan ungur strákur sem þetta kom í fjölmiðlum og allt. Hann frá Marokkó, hann kemur hérna og sækir vernd, búinn að fara hingað og þangað í Evrópu. Hann svona í kringum 17, 18, 19 ára gamall.
Þannig hann fyrir eitthvað þetta aldursgreiningu og mitin 18 ára allt þetta og eitthvað svo les þá í svonum burt en hann vill ekki fara þangað sem á að flytja hann af því að auðvitað á það sem kannski almenningur heldur þegar að fólki vísa á landi það ekki þannig að því sé bara vísa burt og það getur bara farið. Það þarf að fara þangað sem útlendingastofnun vill að þú farir. Þannig að sko ef að þú treystir ekki til þess að fara heim eða til þess að land sem þú átt að fara þá fólk í rosalega vondri stöðu og þetta held ég almenningur viti ekki alveg sko. Að því að fólk væri kannski gjarnan til í að leita eitthvað annað að því að stjórnvöld vilja alltaf bara fara eitthvað annað en þessi drengur hann var alltaf að því hann vildi ekki fara þangað sem átt að senda hann þá var hann alltaf að reyna að komast í skipin og þetta var á tímabili alveg svona, ég ætla að leyfa mér að segja innan gæsalappa vandamál að það voru þessir ungu norðurafrísku við köllum þá göttustrákan okkar í Rauða Krossinum þeir voru svona nokkuð, það var svona dálítið svona hópur ekki tengdir samt sko, þetta var svona bara ákveðin prófíl voru alltaf að reyna að komast og brjótast inn á skipasvæðið heimskipumann að reyna að komast í skip til þess að komast þangað sem þeir vilja komast þetta má ekki, þú mátt ekki brjótast borð í skip, þú mátt ekki fara inn í eitthvað skip bara því að þið langar til þess að komast í Grænlands eða hvert sem það þannig að það var alltaf verið að handtaka þá hann á endanum að því að hann lætur ekki segjast og reynir alltaf aftur og aftur endar í fangelsi hann endar á Litlahrauni ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það atvikaðist að hann endar á Litlahrauni ég var ekki með þetta mál þannig að allt sem að ég það úr fjölmiðlum en ég held að það hafi verið þannig að hann var talin öruggastur þar að því að þar var og hann var skils mér á deildinni þar sem eru kynferðisbrotamenn vegna þess að þeir eiga á hættu að verða fyrir aðkasti af hálfu annarra fanga hann lúbarinn út á útisvæðinu á Litlahrauni fara honum tennur og annað hann bara stórslasast og lengin á spital og verið auðvitað fyrir miklu áfalli af hverju var hann laminn vegna þess að þið töldu að hann væri kynferðisbrotamaður og svo náttúrulega Arabi þegar þið spurja hann fyrir hvað situr inni þá segir hann fyrir að reyna að komast úr landi þá segja þeir við hann það fer enginn í fangelsi fyrir það fer enginn í fangelsi fyrir að reyna að komast úr landi fólk gerir sér enga grein fyrir því endilega af hverju fólk í fangelsi en þarna var ungur strákur, hann var í fangelsi fyrir það að reyna að komast úr landi bókstaflega og það ráðist á hann og hann á endan síðan alltaf bara sendur úr landi og annað en þetta sko, það ekki þannig að fordómar séu bara opaslega leiðilegir og óþægilegir og þetta sé eitthvað svona sem að sé móðgandi eða annað, þetta bara stór hættulegt og ég myndi vilja sjá stjórnvöld bara fara í herferð gegn þessu ég vil bara sjá herferðina vertu næs og komi fram við hvert annað virðingu og hugsa aðeins áður en við dæmum og við eigum bara ekki að vera að dæma það bara, ég held að allar mæður væri nú að kenna það inn á þessu landi það bara maður á ekki að dæma Nei, og svo þetta líka sko einmitt eins og þú talar þegar þú ert með hópa fólki og þú ítir honum út á jaðarinn endalaust og hann kemst aldrei inn í samfélagið og við erum að tala útlendinga sérstaklega að manni finnst hefur þetta versnað núna svona síðustu 2 árin þá hefum við verið að sjá mjög hraða þróun í fordómum og svona rasisma og manni finnst einhvern veginn komið svona óþægilegur undirtónn í samfélagið í garð útlendinga og sérstaklega með ákveðinu uppruna. Það brúna og svarta útlendinga. Það bara þannig. Og hérna, þegar þú jaðarsetur fólk, þá auðvitað líka þú veist, verður til bara svona félagslega eitthvað, hérna, það sem að fólk leiðist út í glæpi, sem hefur kannski bara aldrei látið sér detta það í huga áður. Akkurat að fylgja reglum samfélags sem að þú færði ekki vera hluta af. Af hverju getum við ekki talað þetta svona, held ég? Við getum það alveg, gerum það. Já, við getum það. En að því varst að tala akkurat þetta dæmi, sko, þarna, að því við vorum að tala líka það að við erum aftalega í öllum málaflokkum, að þarna náttúrulega komið saman 2 kannski hópar sem eru sagt, bæði með geðfallanir og svo útlendingar og eitthvað svona þetta kannski voru þarna aðeilar inni sem að hefðu frekar ofta vistast á öðruvísi stofnunum búið var að leitast eftir aðstoð fyrir þá en ekkert gerðist og það eru svolítið fangilsin okkar þetta eru ákveðna geymslur og hérna
og við erum náttúrulega bara ekki með mörg fangelsi, við erum náttúrulega með lítið pláss og það er lítið hægt að skipta þessu niður, þannig að útlendingar eru með hinum, það eru allir einhvern veginn, þú talar kynferðisafbrotamenn, geymdir sér, það voru náttúrulega klárlega mistök á sínum tíma að hafa það þannig, að mínu mati. Þannig að í dag heitir þetta ekki til dæmis gangur fyrir kynferðisafbrotamenn en samt fá allir þann stimpil sem að fara þangað, skilurðu, af því að það bara var þannig, sko, þannig að það er erfitt að breyta því tilbaka, sko. Einmitt. Ég velti fyrir mér í þessu samviki bara og þessu samtali okkar að því að við erum í þetta fangelsi og ég meina það varu fjárlög og það fer hérna einhver x summa í að þú veist stækka eða búið til fleiri pláss, kannski ekki meira í svona innri vinnuna en hérna en erum við bara eitthvað svona einmitt að moka undir ónýtt bara úrelt kerfi? Eru fangelsi kannski bara úrelt? Sko, já, við auðvitað eigum við að vinna þetta þannig að fólk þurfi ekki að fara í fangelsi, en fangelsi á alltaf að vera eins líka samfélaginu, því meira sem þú lokar fólk af, því meira sem að þú frelsissvipta tekur af því samskipti við ástvini og annað, að því skadalegra verður, já, það nákvæmlega. En fyrir jaðarsett fólk þá er það kannski ekki droslega vont. Já, ég meina það er eitthvað hræðileg refsing að þú veist, að vera lokaður í burtu í smá ef að maður á svo sem engan. Málið að þetta eru alltaf ákveðin lítil áföll sem að þú veist að lendi í. Fólk er að verður fyrir áfallið að fremja glæp, það verður fyrir áfallið að handtekið og það verður áfallið að setja í fangelsi og svo verður það fyrir endalausum áföllum, litlum áföllum inn í fangelsinu, það er svo margt sem kemur upp. Ég meina það sem gerist inn í fangelsum er bara sama og gerist úti. Ég meina það eru slagsmál eins og þú varst að lýsa, það eru kynferðisleg ofbeldi og nauðganir, það gerist allt í fangelsum. Þannig að þetta er svona erfiður staður og við eigum að vera að fókusa bara á aðra hluti. Nú á að fara að byggja fangelsi sem er reyndar ógeðslega flott á teikningum og rosa það er búið að taka við ábendingum okkar til dæmis og við erum ána með hvert þetta stefna. Þetta er ekki okkar fyrsta val. Við erum ekki hrifin af 33 miljardar króna steypu. Ég vil bara segja eins og við hefðum viljað horfa á svona sértækari úrræði þar sem er hægt að vinna meira með einstaklingin og eru ódýrari í rekstri, bæði rekstri og byggingu og eins og bara Norðurlöndin eru að vinna í. Ég er alveg klár því okkur vantar fangelsisplás og okkur vantar öryggisfangelsi. En ég persónulega held að við séum að ofmeta svolítið fjöldan af fangelsisplásum sem er verið að fara í. Þetta er náttúrulega orðið afskaplega dýrt. 33 miljardar, það getur rétt ímyndað hvað er hægt að gera við þessa peninga. Það þarf bara að hugsa þetta upp á nýtt. Við erum ekki til dæmis að hugsa nú á að fara að innleiða í lög forvaring eða sem sagt veit ég hvað kalla það á íslensku en sko að dómari getur dæmt fólk til að vera lengur í fangelsi af því það er hættulegt eins og með Andrés Breivik og fleira þannig að þá fara að innleiða það hér. Þú setur ekki svoleiðis fólk í venjulegt fangelsi, skilur þó að sé öryggisfangelsi, þannig að það þarf þá að byggja nýtt fyrir það og svo verða hávarar kröfur örugglega fljótlega varðandi geðheilbrigðismál og fangelsi sem er sérstaklega hanna fyrir veikt fólk og svo vantar opin fangelsi og veist það er ekki verið að hugsa fyrir neinu og umborin dvöl þetta sem er verið að og svo er náttúrulega eitt vandamál við náttúrulega hittust hérna að ræða útlendinga og fangelsi en sko öll þessi mál eru vegna stefnuleysis. Við höfum ekki neina stefnu í fangelsmálum, þannig að við vitum ekkert hvað við erum að gera. Það eru engar rannsóknir og við erum bara einhver staðar, skilur við. Og þess vegna er þessi vandi, þess vegna er ekki verið að hugsa út í framtíðina hvað við þurfum, hvaða fangelsi þurfum við, hvernig og hugsa út í þennan málaflokk með útlendinga. Við erum bara einhver staðar, látum þetta bara reddast, setjum plástra, skilum við erum bara þannig en hendum við í þetta 33 miljardar þó við vitum ekkert hvað við erum að stefna, skilum við. Það er mitt kannski áhugavert að skoða þessa fjárhæð mér bara dettur í hug hérna fyrsta krafan sem að við gerum á þingi þegar ég var að byrja 2021 að þá var búið að samþykkja það að sálfræði þjónusta yrði veitt á hálfu heilsugæslunnar en það var engin peningur settur í það, ekki króna og við fengum því í gegn með ægilega vinsælli taktík að það voru settar 100 milljónir
Það var settur 100 milljónir í þetta og ef við berum það sama við 33 miljardar sem eru 33.000 milljónir fyrir þá sem ekki vita að sko ef við erum að setja 100 milljónir í sálfræðaástoð sem sko fyrsta stigs sem að ég get ímynda mér að koma í veg fyrir í rauninni ekkert annað sko ef þetta forgangsraunin þá kannski ekkert skrítið að þetta sé staðan sem að við erum að horfa og það nákvæmlega þetta allt sem að gerast, öll þessi þróun hún afleiðing af einhverjum ákvörðunum sem teknar af hálfu stjórnvalda en þær eru teknar í einhverju svona, þær eru svona teknar einhver staður út í horni, það vantar algjörlega þessa heildarsýn, hvernig samfélagi viljum við búa í og það auðvitað það sem gerir það verkum þetta allt svona einhvern veginn þú veist, við tökum einhver ákvörðun hér og svo gerist þetta hér og við erum rosa hissa og þá ætlum við að bregðast því einhvern veginn með einhver öðru panikki og einhver viðbröðum sem að kannski ekkit endilega gagnlegt til þess að ná því markmið sem að við kannski uppaflega vorum að stefna að sko. Ég held að stjórnvöld viti til dæmis í dag ekkert hvað þau að gera. Ég held að þeir séu að fara að byrja að móka grunninn fyrir stóru hrauni og ég held að verði svo bara settu peningur í að móka ofan í hann aftur. Ég held að þetta verði aldrei farið á stað með þetta verkefni sko. Ég held að það sé allt stopp. Atvinnubót að vinna. Já, ég meina þetta það sem fangar voru að gera á litla hrauni, móka skurð og aftur ofan í. En ég meina, veist, ok, þessi upphæðin náttúrulega þetta fór úr því að vera 2 miljardar í viðgerð á litla hrauni upp í 33 miljardar eins og staðan í dag og það engin loka tala, skilur. Þannig að sko. En ég meina ef það hægt að finna 33 milljarða eitthvað stað til þess að móka skurð og búa til eitthvað hús ég meina settu helmingina þessu í fangelsi og þá ekki bara loka fangelsi, bara alls konar og settu síðan í sko hvernig á að taka móti fólki skilur, veist, ég meina það væri bara hægt að kaupa upp eina blokk eitthvað þar og þú veist og vinna sér svo bara út frá því en með rosa fínt fólk í vinnu en bara líka bara geðheilbrigðismál allt þetta í félagsþjónustu í að efla félagsþjónustuna félagsþjónustun okkar þetta illa í stakk búin til þess að takast á við breyttar áskoranir, nýjar áskoranir og annað og einmitt allt þetta sko fangar koma aftur út í samfélagið og hvernig tökum við á því og annað þú veist allt þetta við værum að setja þessa fjármuni í við niðurgreiðum að það ekki sálfræði og greina, það þarf að greina strax á grunnskóla aldrei börn, skilur við sjáum í fljótt hvers börn stefna þar að það setja meiri pening í þetta og síðan leið og fólk eða börn byrja að brjóta af sér þá þarf að grípa koma eitthvað inn í það ekkert svo lítið í dag þeir sem brjóta af sér í dag það tekið að skýrsla og síðan velkist það í kerfinu og þá fólk að bíða og það heldur áfram í neyslu og áfram í afbrotum og svo þegar það komið að dómi þá komið 50 mál og svo áfríun og svo heldur áfram og þá ferðin í fangelsi og þá ertu ennþá með 20-30 mál í kerfinu veist ekki hvernig losna, veist ekki hvernig reynslulaust við svolítið verið að sjá þetta með akkurat þessi ungu menn sem eru í og hafa kannski verið svolítið mikið í fjölmiðlum núna í frægu máli að þetta eru rosalega ungir einstaklingar með mjög langan lista af afbrotum og maður hugsa bara hvernig í ósköpunum höfðu þeir bara tíman í þetta allt saman en líka bara maður velti fyrir sér sko að því að þú veist hvað segir það okkur sem samfélag ef að við einhvern veginn bara látum eitthvað í svona spíral bara algjörlega í friði Nei, sko, þetta það sem vantar, sko, leið og brýtur að þér þá áttu bara að fá þinn málastjóra sem bara að styðja þig að taka réttar ákvarðanir og hjálpa þér að fara í náum vinnu bara alltaf það aðstoð sem þarft og það þarf að vera, við köllum það reyndar við sem erum svolítið að vinna í þessum málum og köllum það skilorðseftirlit ríkisins en sko, það mætti kannski orðað öðruvísi en sko, þá þetta eitthvað svona stuðningur það verður ekki verið að klekkja á þér að koma þér í fangelsi það verður að styðja þér þurfur aldrei að fara í fangelsi og síðan þegar þú ert búin að ná tökum og þá hægt að tala við dómara og það hægt að styðja þig áfram og síðan þegar þú losnar á afpláninu og ert á skilorði þá heldur, þú veist, alveg þangað til það búið skilorði, þannig það er að hjálpa fólki að vera ekki að fremja glæpi komi veg fyrir afbrot í stað þess að vera að bregðast við þeim og svo þarf náttúrulega þurfa þessi ráðuneyti að fara að taka hana málflokk saman í dag það bara dómsmálaráðuneytið heilbrigðisráðuneytið í dag hefur aðeins stigið inn í og ég mjög ánægður með það hvernig þau eru að koma núna og viðurkenna til þess bara jafningjastuðning og ráðgjöf en önnur ráðuneyti hafa bara ekki mikið verið að gera félagsmálaráðuneytið hefur stutt aðeins en svo bara lykil ráðuneyti eins og menntamál sem að sjá bæði börn og menntamál
endurhæfingu, þau hafa enga þekking á þessum málum, þau hafa engan áhuga á þessum málum, það ekkert að gerast og það vonbrigði eftir vonbrigði með ráðherra í menntamálum. Við erum að toga úr þeim, reyna að fá fundi og loksins þegar við fáum fundi að þá er það settir einhver sérfræðingar og það gerist ekki neitt. Og við fyrum alltaf vonsviknir að fundi frá menntamálaráðuneytinu. Á meðan að við fyrum allavega með voni brjósti frá hinu ráðuneytinu þó að gerist síðan ekki neitt, skilur við. PR vandamál. Já, þannig en ég bara er ekki átt að með á þessu og ég er svo stundum, þegar maður sér þarna hefði verið hægt að koma í veg fyrir hluti, þetta hefði ekki þurft að gerast ef við hefðum gert þetta og þetta er á ráðherrum að gera og breyta. Ég er bara þeirra ég er kannski full fastur í orðinu en mér finnst bara að láta ráðherra bera ábyrgð á slíku bara í fangelsinu. Ég meina þetta er svo rosalega inngrip í líf fólks og þetta er svo alvarlegt þegar einhverju dæmdir í fangelsi þá þú veist þetta á að vera einmitt alveg bara svona algjört bara nauðheimill. Ég meina við getum komið í veg fyrir svo margt. Ég var nú bara í London núna með Landspítalanum í vettvangsferð og fræðsluferð og vorum að skoða og hitta heimilislausa sem eru margir hverjir fyrirrandi fangar og jafnvel börn og bara hvernig þeir gera þetta og maður er svo gaman að sjá þegar maður fer eitthvað annað það er svo margt í gangi og það er bara allir að vinna að einhverju lausn og þarna eru jafningjar það er bara búin virði einhverju jafningjum og þeir eru í öllum hlutverkum og síðan er heilbrigðisstarfsfólk og allir að vinna saman félagsráðgjafar og hjúkrunarfræðingar og fólk að reyna að finna vinnur eða nám finna íbúðir hafa verið að reyna að finna lausn og hér svo kemur maður tilbaka og það er bara ekkert. Það er ekkert að vera, það er alveg saman hvort að það sé málefnum heimilislausa eða málefnum geðfatlara eða fanga og maður verður svo sorgmættur yfir þessu af því að við eigum að geta gert allt hérna. Það er svo ótrúlegt. Við erum svo lítil, við getum alveg gert. Og svo vera kvart yfir þetta kost allt peninga en við erum alltaf að auka peninga í þetta en þetta gæti alveg farið svona ef við tökum á þessu. Það er það sem finnst þetta svolítið áhugavert og ég veit ekki hvort það hefur verið skoðað en þegar samfélag stækkar bara fangelsin sín kemur það einhverjum tímapunkti fyrir að þau hætta að fyllast þú veist fyllast ég meina ef maður ég sé þetta fyrir mig þetta er svona gradually þá þurfum við bara alltaf stærri fangelsi við gerum ekkert við erum mjög stolt af því að vera bara með 47 fangelspláss á hverju 100 íbúa en það er bara vegna sem við eigum ekki fleiri fangelspláss við erum með 700 manns á biðlista í fyrra fyrrnuðust 99 dómar refsidómar ég sverða hér að eftir 2-3 ár þá verða 500 dómar að fyrnast á ári 2-3 þúsund manns á biðlista ef við gerum ekki eitthvað, skilur, og viljum við sjá það gerast? Nei. En svo sér maður líka, það er akkur þetta sem hefur verið vandamálum árabil núna og hefur verið bent á að ólík kerfi eru ekki að spila saman, þau eru ekki að vinna saman og það hefur auðvitað verið mjög lengi, mjög viðvarandi vandamál varandi samspil fangelsismálakerfis og heilbrigðiskerfisins en það var til dæmis mjög sláandi sem kom í ljósatinn daginn þegar það var einhver ágreiningur varðandi staðsetningu konukot aðstöðu fyrir konur í neyslu að heilbrigðisfyrirtæki við hliðina og þetta er svo gullin setning sem kemur í mótmælum þeirra sem er að heilbrigðisþjónusta og aðstæða fyrir fíkniefnaneytendur eiga ekki saman það er við fáum einmitt fórstuðu konukot syngað á morgun en þetta sýnir þetta sýnir nefnilega viðhorfið í heilbrigðiskerfinu hjá okkur þarna reyndar ef ég skil þetta rétt þá er þetta engaðali en engu síður ef að þetta er viðhorfið þá er kannski ekkert skrítið að dregðan sé eins og hún er við því að þessi batteri öll saman tali saman og vinni saman. Já, ég meina að læknir skuli tala svona sjúklinga. Þarna skilum maður út af hverju fólk hefur þau hafa líka fordóma gagnvart einmitt læknum og leita sér ekki aðstoð út af þessu. Akkurat. Og þannig að ég meina við erum nú ég er að vinna sem starfsmaður hjá göngudeild smitsjúkdóma og við erum að tengja þessa hópa saman þannig að þeir leiti sér aðstofar og fari
sýnatökur og blóðtökur og allt skilurðu, að það þarf að tengja þetta saman. Þess vegna er svo mikilvægt að við svona nálgumst þetta öðruvísi og í þeim nefndum til dæmis sem ég hef verið í að þá komumst við alltaf á sömu niðurstöðu. Rauði þráðurinn er alltaf fræðsla. Það þarf að fræða lækna og eða heilbrigðisstéttina og þessa málaflokka, hvort sem það eru vímuefnendur eða fangar eða aðrir sko. Þannig að þetta er einhvern veginn bara vantar bara inn í okkar system á Íslandi sko. Upplýsing og fræðsla á þjálfun, ég held að það sé algjörlega lykillinn sko. Þannig að vandamálið er ekki útlendingar? Nei, það er vandamálið er Íslendingar. Já. Það er bara þannig. Yfirskriftin. Já. Nú komum við fyrir svona María. Einmitt, við skulum kannski bara ljúka á því. Að vandamálið er ekki útlendingar heldur er það Íslendingar og kerfin sem við höfum búið okkur til. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, helgina voru gríðar mikil mótmæli í London gegn innflytjendastefnu stjórnvalda og hingað er komin á línuna Guðmundur Auðunsson sem er hagfræðingur og býr í London og ég kallast stundum svona fréttaritara Samstöðurinn í London. Vertu velkomin. Takk. Herðu, þetta voru mikil mótmæli, það hefur verið komið hingað til lands, deila það hversu margir voru að mótmæla. Svona flest blöðin í Bretlandi sögðu 110.000 þegar ég var að fletta þessu upp en sum svona kannski síðdegispressan sem er svona frekar hægra megin var komið 150.000 en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sagði þarna hefði verið 3 milljónir manna. Hvað voru margir að mótmæla? Það voru allavega vel yfir 100.000 og það er svona tölurnar sem maður heyrir mest er svona kannski kringum 150.000. Þessar 3 milljónir eru þetta fjarstæða vegna þess að það eru tölur sem að koma frá Tommy Robinson og þau bara loftmyndir gera það að verkum að það er ekki stæðstu skipulögðu mótmæli í London voru gegn Íraksstríðinu fyrir 20 árum rúmum og þá voru 2 milljónir manna og það loftmyndir sína að það var miklu fleiri enn í dag en þetta er alveg gífurlegur fjöldi og skipuleggjandinn þeir ýkja alveg oft og stundum er það svona yfirvöld vilja fara í lægri kantina en það kemur mér ekki á óvart að hafa verið hátt í 150.000 manns sem er gríðarlegur fjöldi fyrir mótmæli sem eru skipulagt af öfgahægri hópum og hafa ekki sést svona mikið síðan má segja að voru töluverð mótmæli á 8. áratugnum hjá National Front sem voru nýnasista samtök sem voru svolítið uppvöðlusam þá en það er kannski helsta samanburðin má fara allt yfir á 4. áratuginn þegar að Oswald Mosley og The Union of British Fascists gengu með afstoppa London. Mótmælin voru mjög stór. Já, Guðmundur, en af hverju voru svona margir helgina? Er það vegna þess að stórir hópar Breta eru búin að fá nóg af innflytjendastefnu stjórnvalda eða hafði morðið á Charlie Kirk áhrif sem að svona hitaði undir þennan geira stjórnmálana? Ég held að sé alveg á hreinu að morðið á Charlie Kirk hafði gífurlega áhrif. Það hefur svona má segja dregið fólkið út á götuna sem að sambærileg mótmæli sem hafa verið skipulagt að þessum hópum ysta hægrivangnum og andstæðingum innflytjenda og Tommy Robinson og hans samtökum hafa aldrei komið nálægt þessu. Venjulega hafa verið bara svona 5-10.000 og oftar en ekki hafa mótmælin náð verið nokkur þúsund á þessum stærri mótmælum en þessi mótmæli hafa reynda verið skipulagðar frá löngum tíma. Tímasetningin kom mjög vel út og þetta er eins og það
að allir svona sympatiserar með þessum skoðunum hafi farið út á götuna, en á sama tíma má líka segja það að það mikill uppgangur meðal svona öfgahægrimanna í Bretlandi í dag og mikil hræðsluáróður sem hefur verið rekinn gagnvart innflytjendum og þetta kemur svona allt saman, myndi ég segja, í perfect storm. Það að segja að hérna svona mótmæl eða þau hjá morðið á Charlie Kirk hafi svona ýtt mjög mikið við fólki. Já, þetta, svo við veitum aftur í Sigmund Davíð, hann sagði byltingin hafin. Það stemmingin í London að þessi helgi hafi verið algjör straumkörf í þessum málum? Nei, ég held nú að það sé nú ígjur. En það sem ég held ég hafi gert að verkum það að svona mainstreams populíska hægrið er farið að fara og meira út á götur núna. Áður voru þetta svona nýnasistar og fasistar, aktivistar, en núna Reform flokkur hérna Farage verið að mælast með 25-30% í skoðanakönnunum og það auðvitað og þessi hópur hefur komið á göturnar, held ég að sé alveg á hreinu og það örugglega töluvert breidd innan þessa hóps að það ekki bara þessir venjulega ofstækismenn sem hafa komið, heldur svona fólk með svona soft skoðanir, sympatískar gagnvart Reform og ég held það að þetta gerir það að verkum að þetta svona styrkir þessi populísku hægriöfl mikið í hérna sessi og má segja í fyrsta skipti sé komið ákveðin svona hreyfing, það að segja svona samvinna eða samband á milli populíska hægrisins, svona mainstream populíska hægrisins, ef segja má svo, og þessa öfgahægris. Og það kannski stóra máli núna og gerir það verkum að þessi fjöldi var svona mikill. En hvert var erindi mótmælenda? Hvað vildi fólkið? Þetta sko, fyrst og fremst, yfirskriftin var að þau vildu fá landið sitt tilbaka og þetta tengist, þetta svona í kjölfarið að það hafa verið svona spontaneous, ekki beint spontaneous mótmæli, heldur svona mótmæli þar sem að hefur verið að hýsa hérna innflytjendur, flótta, þá ekki bara innflytjendur, eða fyrst og fremst hérna þá sem að sækja pólitískt hæli og að sækjast sem sé flóttamenn og þessi mótmæli hafa verið á þeim stöðum þar sem að það töluverður fjöldi af fólki sem bíður eftir úrlausn sinna mála. Það gengur svona hægt að vinna í þeim og þeir hafa oftar en ekki verið hýst í hótelum og það hafa verið svona mótmæli verið skipulað í kringu þessu hótel að take back our street, þar að segja, og að þetta sé hætta þessu fólki og svona þetta hefur verið að byggjast upp í marga mánuði og þá hefur svona verið svona markviss ekki bara með öfgahægrimannana og popúlísku hægrimannana heldur líka svona klassísku hægri pressunar hérna sem hefur venjulega verið hliðholl íhaldsflokknum en virðist vera að halla sér svolítið yfir á Reform núna. Íhaldsflokkurinn bara svona, má segja, að gefa upp öndina virðist vera, þó að ég afskrifa nú ekki til lengri tíma en þetta kemur allt saman og það búið að ala á því að þetta sé svona svolítið í bandarískur stíl að það sé svona innrás hælisleitenda og innrás útlendinga inn í samfélagi og að það verið að reyna að vekja upp svona tilvísanir í það að þegar við börðumst í seinni heimsstyrjöldinni og allt það sem á þetta alls ekkert við en það verið svona
ýkja undir svona afgafullu svona þjóðernishyggju sem að þetta er búin að krauma lengi og virðist að hafa brotist allt út í þessum gífurlega fjölmennu mótmælum. Já, en mótmælin sem hafa verið við hótel þar sem að hælisleitendur hafa búið eru svona upptakturinn af þessu. Þegar við erum að ræða það, eru hælisleitendur sem búa á hóteli, maður heyrir það svona innríki tímum í útvarpi og fleira í Bretlandi, að þá verið eru hlustendur að hringja inn sem að trúa því að hælisleitendur búi á 5 stjörnum hóteli, 4-5 stjörnum hótelum og fái þá líklega þá þjónustu sem við erum vön þar. Er þetta þannig hótel eða er þetta byggingar sem áður voru hótel sem hafa verið tekin yfir og breytt í eins konar flóttamannabúðir? Bæði, sko þetta bæði hótel sem hafa verið virk en líka hótel sem hafa verið tekin undir, en það alls ekki að ræða 5 stjörnu hótel. Þetta svona, kannski myndum að segja flest af þessum eru svona 2 stjörnu hótel sem að svona svipað og ef menn þekkja til dæmis frá Bandaríkjunum, það sem eru kallað motels, þar sem eru svona mjög frekar ódýr herbergi og svona. Það mikið af svona hótelum út allt Bretland og þetta er svona þjóðvegahótel svolítið og þannig að það eru þetta alveg á hreinu og það ekki verið að tala að menn sé að búa á einhverju lúxusstöðum. Þetta eru ágætis staði, ágætis herbergi og allt það, en það væsir örugglega ekkert fólkið þarna en það hefur meðal annars verið gagnrýnt að það sé verið að það sé ekki önnur úrræði fyrir þetta fólk og hluti af því vandamáli það að það einfaldlega gífurlegur húsnæðisskortur hér í Bretlandi eins og á Íslandi og þetta svona þessi lausn hefur auðvitað verið í gangi lengi. Það voru mun fleiri taka sem dæmi hýstir á hótelum undir íhaldsstjórninni þegar að mest var en þannig að þetta ekkert nýtt vandamál þó að mótmælin gegn því hafi verið svona svolítið á seinni tíma en það þannig að þetta svona blanda af það sem maður myndi kalla dormitories, það að segja svona bara vistir, svona heimavistir svolítið, það líkist mest og svona ódýrari hótelum. Herðu, en sá sem að boða til fundarins er Tommy Robinson. Hvaða fyrirbrigði það í breskum stjórnmálum? Sko, Tommy Robinson búinn að vera lengi að. Hann átti meðal annars fyrir svona 15 árum síðan stóð hann að stofnun samtaka sem hétu European English Defence League og sem eru reyndar ekki virk enn þann dag í dag. Hann hefur verið viðloðinn hann hefur verið viðloðið svona öfgahægrið eða svona istahægrið, svo fasíska hægrið í Bretlandi í lengri tíma og hefur til skamms tíma verið svona persona non grata. Það er svolítið athyglisvert að fylgjast með því hvernig hann umbreytist og hann hefur farið með ofstæki, hefur nokkru sinnum meðal annars verið settur í fangelsi fyrir contempt of court, það að segja, hann var að segja sko til þess að það er bannað að tala dómsmál þegar þau eru í gangi og gefa upp nöfn eða segja vegna þess að hér eru þau með kviðdómendur og það er talið að það hafi áhrif á það og það getur raun og verið eyðilagt case. Það voru til dæmis hafa verið dæmi mál sem að einhverjir innflytjendur hafa verið aðilar að og hann hefur nær eyðilagt sko málsóknina gegn þeim vegna þess að lagfræðingarnir geta sagt að það hafi verið, að hann get ekki fengið, viðkomandi get ekki fengið heiðarleg réttarhöld. Og ástæðan fyrir þetta skiptir máli það grípa dómstólarnir svolítið mjög hart inn í til þess að vernda dómskerfi fyrir þessu. Og þetta er gert auðvitað í árhundruður, þannig að þetta ekkert nýtt. Og honum verið stungið inn í nokkra daga og stundum lengri tíma. Og þegar þetta gerðist, að þá voru nokkrir og hafa svona
var ekkert mikið mál hérna í Bretlandi, menn svona, hann var með sína stuðningsmenn, en það fór ekkert mikið fyrir svona meginstraums stuðningi við Tommy Robinson. En þá taka bandarískir svona magaistar mál hans upp, þetta fyrir nokkrum árum, og gera hana svona cause célèbre. Það að segja, hann verður svona og segja það að þetta svona dæmum að vera ráðast að málfrelsi manna og hann megi ekki tala, og í þessu tilfelli var það ekki, hann hefur fengið að tala alveg óstjórn, alveg svo lengi sem hann hefur ekki verið að bara gegn dómsúrskurðum ekki megi tala ákveðin mál. Það er það sem hann hefur verið, og það að fólk trúði því allavega í Bandaríkjunum að Tommy Robinson hefur stungið inn vegna þess að hann væri að reyna að afhjúpa einhverja spillingu hérna í Bretlandi og það verið að þagga niður í honum út af því. En í raun og veru var hann bara að tala nöfn og málefni sem hann mátti ekki samkvæmt dómsúrskurði meðan að málið var í gangi. Og það einkennilega að þetta tekið upp í Bandaríkjunum og nær svona mörg svona stór nöfn eins og Stephen Bannon sem var reyndar á fundinum hérna í London í dag og seinna menn eins og Elon Musk taka þetta upp á arma sína og Elon Musk auðvitað með alveg gífurlegan prófæl og þá kemur þetta aftur tilbaka í gegnum Bandaríkin. Og þá fer Tommy Robinson að skipta máli hérna í Bretlandi sem hann hefði reyndar ekkert gert. Og þá fer hann að vera menn eins og Nigel Farage sem hefðu við ekkert vilja með mannin hafa. Að þeir koma kannski ekki alveg beint út sem stuðningsmenn hans en þeir eru farnir að taka upp undir gaggrínina á stjórnvald út af því að það sé verið að ráðast að málfrelsi hægri manna. Það er alltaf verið að tala að hægri menn megi ekki tala og þetta vókismin gangi fram af öllum og þannig að hann blandast inn í þetta. Þannig að prófíl Tommy Robinson hefur stækkað gífurlega núna og þetta kemur aðallega í gegnum myndi ég segja Bandaríkin og áhrif þeirra á heimsumræðuna. Og taka sem dæmi eins og ég myndist á Stephen Bannon, Elon Musk talaði líka á þessum fundi á laugardaginn og það athyglisverða að hann talaði reyndar í gegnum svona videolink en það sem hann raun og verið að segja bara, hann bara liggur við að hann segir það að menn þurfa að grípa til vopna til að verja sig. Þannig að þetta alveg ótrúlegt að heyra þetta frá bönnum sem að vilja láta taka sig alvarlega og segir það að vinstri menn ætla að ráðast á ykkur og þið verðið að taka upp vopnin til að verja ykkur. Má ég byrja að útskýra hverjir eiga að verja sig fyrir hverjum? Popúlískir hægri menn og hægri öfgamenn eiga að verja sig gagnvart innrás innflytjenda og föðurlandssvikurum innanlands sem að standa baki innflytjendum. Þetta svipuð umræðu og þetta í Bandaríkjunum og menn hafa séð mjög mikið þar. Það var áberandi í mótmælunum að menn voru að náttúrulega flagga breska fánunum, Union Jack, en það voru líka enski fánin sem með kross heilags Georgs, rauður kross á hvítu fleti. Hvaða merkingu hefur sá fáni í dag ef ég myndi ganga götur Lundúna með þennan fána? Hvaða merkingu hefur það? Í dag má segja popúlíska hægri og hægri öfgadar fasistatir hafi marguleiti stólið þessu tákni en fyrst og fremst hefur enski fáninn verið notaður af fótboltaáhugamönnum til skamms tíma vegna þess að enski fáninn ekki þjóðfáni heldur þetta bara fáni, þetta ekki ríkisfáni, orðum það þannig, þetta ekki ríkisfáni, heldur fáni Englands innan ríkissamstæðunar. Þannig að breska ríki mun aldrei flagga þessum fána sem opinberu tákni, vegna þess að þetta ekki fáni Bretlands. En að því að Bretland svolítið sérstakt að því leiti að fótboltaliðinu skipta upp eftir að Skotlandi með sitt eigið lið,
Norður Írland með sitt eigin lið og Wales og England eru með sína eigin lið, þá hefur þetta tákn verið fyrst og fremst tekið upp á fótboltamönnum. En það hefur verið ákveðin skírskotun í svona hægri, sérstaklega á 9. áratugnum og 10. áratugnum, þegar fótboltabullur óðu svolítið upp, að þá notuðu þær oft hennar fána, en það er svona, það er búið að slakka niður í þessum fótboltabullum sem margar hefðu tengst við fascist samtök. Og þeir notuðu svolítið enska fánan og svona, en fyrst og fremst, þú sérð ekkert mikið af enska fánanu nema þegar fótboltaviðburðir eru, nema núna. Og þetta hefur reyndar búin að vera svona gerjast í nokkur ár, þannig að þetta er ekki alveg nýtt, en núna svona stuðningsmenn enska landsliðsins margir eru núna farnir að veigra sér við að flagga fánanum til þess að það misskilist ekki, sem að þeir voru ekki áður. Nú þessi mótmæli munu líklega helst af öllu ýta undir uppgang flokks Nigel Farage, Reform, umbótaflokkin. Hvað heldur að það verði þannig að stjórnmálin í Bretlandi og Englandi kannski sérstaklega muni kvarnast innflytjendamál á næstu mánuðum og það muni efla Reform enn frekar? Já, sko, meðan að vera að tala innflytjendamál og hræðsluáróðurinn það er alið á hræðsluáróðurinnum í fjölmiðlum og líka samfélagsmiðlum. Sko, við þekkjum auðvitað hvernig þessir algoritmar virka. Það er það að ef að menn, þú getur byrjað á því að hafa ákveðnar áhyggjur af fjölda innflytjenda og eða það telja það að eins og að ef einhver glæpur framinn af innflytjenda þá er það fljótt að fara af stað og ef þú ferð að eltast við eitthvað eða leitar jafnvel bara upplýsinga og þetta er oft mikið sérstaklega ungt fólk, leita sér upplýsinga, þá lendur þú fljótt ofan í því sem þau kallaða kanínuhólur rabbit hole, að þú lendir alltaf í verra og verra efni, þar að segja þú ert fljótur komin út í vestu öfgarnar þar sem eru bara hreinar legar, ali á hræðsluáróðri og það er verið að það sé bara sko samfélagi sé í hættu frá innrás innflytjenda og svikarar innanlands og það er svona allt þetta kemur saman til þess að ala á svona það er að segja pólarisingur í samfélaginu. Þannig að það kemur svo sem ekkert þetta magnar allt upp og þetta kemur flokkur Farage til með að hafa áhrif á þetta. Og þetta tengist auðvitað ýmsu bara svona hræðslega. Það eru svona vandamáli í hagkerfinu og þá er fljótt fara hægri öflin og öfgahægri öflin fljótt að benda á að þetta sé innflytjendum að kenna, húsnæðisskortur innflytjendum að kenna og svo framvegis og svo fram. Og svo blandast inn í þetta hlutir sem fólk skilur ekki eins og málefni transfólks eða að þeir séu orðin ógn við samfélagi, þessi örfá einstaklingar í jaðri samfélagsins eins og þeir séu einhverja ógn og vegna þess að margt fólk skilur ekki hvað transfólk að þá er auðvelt að ala á hatri og þetta kemur allt saman í svona hægri populíska pakka sem er mjög auðvelt og verður var við auðvitað mjög sterkt í Bandaríkjunum, að aukast mikið í Bretland og maður að verða var við til dæmis á Íslandi. En ekki hægt að segja þessi svo að þeir sem að mótmæla í svona stórum hópum fólk sem er ósátt við þróun samfélagsins og þá kannski furðulegt að ríkasti maður í heimi sé að ávarpa hópinn en þannig er það samt. En verður ekki að taka samt alvarlega að svona stór hópur fólks uggandi og ósáttur við stjórn landsins? Jú, þetta er grafalvarlegt mál vegna þess eins og ég sagði að við vorum að tala svipuð mótmæli bara fyrir ekki lengri en 1-2 árum eða eitthvað slíkt þá vorum við að tala nokkur þúsund, núna erum við að tala og vel á annað 100.000
mótmælendur svo það alveg gífurleg fjölgun og ég held að það meira sem komið skipulagkenndunum á óvart þegar það kannski búist við vonast eftir einhverju tugum þúsunda. Þannig að það verður að taka þetta mjög alvarlega. Það lengi búið að krauma mikil óánægja gagnvart, ef við getum kallað það gagnvart svona sko samfélagsmyndin og efnahags og svona hagkerfi og félagskerfi nýfrjálshyggjunnar riðar til falls og flokkarnir sem að hafa stjórnað inn í þessu svona paradæmi eru enn við völd og það er alveg gífurleg andstæða gegn þessu og eins og við höfum séð sögulega vegna þess að þetta er gerst á svona umbrotatímum áður, það er ekki lengra við lítum aftur eina öld nákvæmlega, að þá var uppgangur fasismans á annan og svo róttæk sósíalism á hinn vænginn að var og gerðist á sama tíma vegna þess að efnahagskerfi og samfélagsgerðin var í upplausn. Þannig að og þú myndist á milljarðamæringin hann og ríkasta mann heim Elon Musk að við höfum sko við erum með sögulega sko hafa ríku öflin í samfélaginu þegar þau eru finnst þeir vera að missa tökin á samfélaginu vegna óánægju sem kraumar í samfélaginu. Þegar það gerist að þá hefur alltaf allavega hluti af auðvaldinu hefur hallað sér af fasisma og það gerðist á Ítalíu og gerðist í Þýskalandi og gerðist meðal annars mörgum öðrum löndum. Þannig að við erum að sjá svipaða við lifum á 21. öldinni, ekki á 20. öldinni, þannig að það alveg gífurlega margt ólíkt. Óvinurinn núna múslimar frekar heldur en gyðingar. En þetta gerðist, við erum að sjá sko gífurlegt fjármagn koma inn í öfgahægri hópa, ekki bara frá mönnum eins og Elon Musk, heldur og þetta búin að gerast lengi. Í Bandaríkjunum hefur þetta verið mjög áberandi vegna þess að það mjög svona frjálst, menn geta komist upp með að fjármagna samtök mjög auðveldlega þar. Það aðeins svona harðari reglur í Evrópu og Bretlandi. Og þannig að það töluvert fjármagn sem hefur verið að koma inn í þessa öfgahópa, bæði popúlíska öfgahópa, popúlíska hægri hópa og jafnvel sko hreina fasíska hópa. Og mér sýnist til dæmis Elon Musk hafa svona verið að færa sig svona eiginlega meira frá bara popúlisma yfir í hreinan fasisma við þegar standa baki mönnum sem eru hreinir fasistar eins og Tommy Robinson. Nú má stundum sjá og líklega munum við sjá það að ríkisstjórn Keir Starmer mun reyna að adressa þetta eins og sagt og færa sig kannski enn lengra í innflytjendastefnu þegar hún tekið upp innflytjendastefnu sem að kröfu hægrisins. Sérðu önnur merki þessum að svona viðhorf þessa ysta hægri sem þú ert að segja rætur bara í fasisma og séu svona forveri af því að innleiða einhver svona fasisma hérna. Sérðu dæmi að svona viðhorf fjölmiðla, viðhorf í umræðunni að séu að færast mjög hratt til hægri? Fjölmiðlar hefur löngum verið það er mjög mikill bías hefur alltaf verið mjög mikill hægri bías á fjölmiðlum í Bretlandi. En það sem að gerast það að tökum sér dæmi Sun sem hefur verið svona meira svona götublað og svo Daily Mail sem var svona blað millistéttanna í Bretlandi. Þessi blöð eru á hraðleið til hægri. Það er að segja sem að þau hafa virðast að vera gefast upp á íhaldsflokknum sem að hafa löngum stutt og halla sér að Reform og hinum popúlíska hægri
Þannig að það er þó að dagblöð og slík hafi ekki eins mikil áhrif og þau hafa áður, þá geta þeir oft stjórnað umræðunni. Það taka sem dæmi að mikið af svona blaðagreinum og frá fjölmiðlum að þetta mikið af upplýsingum sem koma í gegnum netið eru í gegnum þessa fjölmiðla og sérstaklega fjá fólki sem ekki alveg komið ofan í kanínhóluna að þeir eru, en þú ert kannski svona sympatísku gagnvart hægri popúlísku skoðunum eða allavega leitandi fyrir þér, að þá ert þú að leita til þinn, segja þú ert óánægður íhaldsmaður eða finnst íhaldsflokkurinn ekki standa sér nógu vel, þá leitar auðvitað í þína miðla, hvort sem að það er í blaðaformi eða á netinu og þessi hópur virðist vera að færa sig frá íhaldsflokknum, þar sem eru venjulega verið, yfir í popúlíska hægrið og popúlíska hægri virðist vera að færa sig líka til hægri, þannig að það er verið að toga. En á móti og þetta tengist mikið baráttunni gegn þjóðarmorðinu í Palestínu, að þá er töluverður uppgangur hjá svona hinu róttæka vinstri á sama tíma og íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn til enda þetta á milli og til dæmis sýnir það gífurlega vinsældir nýs flokk sem verið að stofna, ekki búin að stofna formlega, Jeremy Corbyn og Söru Sultana virðist ná töluvert miklum hljómgrunni þó hann sé eiginlega ekki búið að stofna flokkin og meðal ungs fólks virðist þetta vera langvinsælasti flokkurinn. En á móti þannig að það eru mikla breytingar í samfélaginu ekki hinn almenna umræða í svona mainstreams umræðan þar sem við getum talað hún hefur færst til hægri en stór hluti af samfélaginu hefur ekki togast með heldur þannig að það hefur Overton glugginn hefur færst til hægri en hann er ekki búinn að lokast alveg frá vinstri, ekki nema það að fólk sem að taldist bara svona nema það að eins og maður sér sérstaklega í Bandaríkjunum það ef þú ert bara talin ef þú svona með klassískar samfylkingarskoðanir eða vinstramegin við miðju þá ertu kallaður öfgaföllu vinstrimaður og kommunisti í Bandaríkjunum og jafnvel bara fólk sem væri svona viðreisnar fólk í Bandaríkjunum kallað það. Þannig að polariseringen umræðan hefur færst svona almennt til hægri en á móti hefur hið róttæka vinstri styrkst, sérstaklega hjá ungu fólki. Já, í Bretlandi. En ef þú ættir að útskýra fyrir mér, hver er munurinn á umbótaflokki Nigel Farage eða íhaldsflokknum? Í hvaða málum eru þau öðruvísi? Munurinn í dag að minnka vegna þess að íhaldsflokkurinn hefur eiginlega raun og verið bara reyna að vera elta reform til hægri. Helsti munurinn það að íhaldsflokkurinn hefur hinn eðlilegi innan gæsalappa stjórnarflokkur í Bretlandi og hefur alltaf verið flokkur millistéttarinnar og efri millistéttarinnar og yfirstéttarinnar í Bretlandi og hefur alltaf verið svona meðan að popúlíska hægri hefur ekki þótt í húsum hæft. Það er svona ekki nógu fínt fyrir teboðin. Þetta samt að breytast. Það er jafnmikil andstæða við innflytjendur hjá íhaldsflokknum virðist vera vegna þess að þeir eru að elta reform. Eitt af því sem þú verður var við það að svona efnaði armur minnihlutafólks hópa eins og Suður-Asíumanna til dæmis svartra og fleiri. Það til dæmis svört kona sem formaður íhaldsflokksins sem ég sæi ekki fyrir mér gerast hjá reform það að það meiri svona kultúrskur rasismi innan íhaldsflokksins
heldur en svona litarhafsrasismi, meðan að meðal reform að þá hansi grunnt á litarhafsrasismanum þar. En ef við tækjum bara, þetta svona kannski stíll og áferð og hvernig flokkarnir birtast almenningi, hver munurinn á stefnu þeirra til dæmis í efnahagsmálum? Efnahagsmálum, sko, helsti munurinn sá að Íhaldsflokkurinn kemst ekki eins mikið upp með að spila dæmigera popúlíska hægri svona mennsku. Sko, fara aðeins í svona klassískum popúlískum hægri áróðri, vill samhliða stórlækka skatta og stórauka útgjöld til velferðarmála. Og Íhaldsflokkurinn, og það gengur auðvitað ekkert upp. Við höfum séð það þegar þessi flokkar hafa komist í valda, þá voru skattarnir lækkaðir en útgjöldin til velferðarmála ekki hækkuð. Þannig að við vitum alveg hvar það endar. Meðan að Íhaldsflokkurinn allavega að reyna að hafa svona, eftir að þeir brenndu sig á með Liz Truss, sem rústaði breska hagkerfinu á nokkrum vikum, sem var fyrrverandi formaður Íhaldsflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra í minna en 3 mánuði, nokkra vikur. Hún stórlækkaði skatta og markaðurinn fór bara í free-fall. Þannig að Íhaldsflokkurinn að reyna að passa sig svolítið á þessu, þannig að þeir eru ekki með eins yfirlýsingaglaðir þegar að kemur að þessu. En þegar að kemur að efnahagsmálum, en báðir flokkar leggja mikla áherslu á lækkun skatta. En þegar það kemur að svona félagslegum málum, þá verður munurinn minn og minni með hverjum degi, finnst mér. Hérna, í könnunum sem eru gerðar í Bretlandi, þá ekki spurt Nýja flokkinn, en það ekki komið með nafn, en ég man alltaf að bíða eftir að fá svona kannanir þar sem hann til jafns við aðra, það eru kannanir þar sem getur hugsaðar að kjósa og annað slíkt. Þannig að það erfitt að meta hver staða hans og hver hún verður. En maður sér að eftir að Zach Polanski var kjörinn formaður Græningjaflokksins, að þá verið þann bæta við fylgi sitt og hann svona, myndur ekki segja hann væri vinstri maður? Sko, það var svona ákveðið uppgjör innan Græningjaflokksins. Sko, Græningjaflokkurinn sögulega hefur verið svona millistéttaflokkur og hefur verið hvað sterkastur á þessum svona ríkari efri millistéttar svæðum, meðal annars til dæmis í suðaustur Englandi, þar sem að til dæmis verkamannaflokkurinn hefur ekki verið sterkur. Og síðan unga fólki hefur svolítið stutta, eins og háskólaborgum eins og Bristol. En það var ákveðið uppgjör, vegna þess að Zach Goldsmith, hann vill taka upp harða, þó að græningjar hafi verið með svona vinstri stefnu, að þá voru umhverfismálin númer 1, 2 og 3, en hann vill taka upp róttæka vinstri stefnu í efnahagsmálum, í raun og veru ankapitalískum, og hann vann auðvitað stórsigur í kosningunum sem formaður græningja, fekk eitthvað 20.000 rúm 20.000 atkvæði meðan andstæðingar hans fengu 5.000, þannig að það var alveg stórsigur, en athyglisvert að við erum samt að skoða tölur í mjög hörðum formannskosningum í græningjum að þá kusu innan við 30.000 manns, meðan að yfir 800.000 hafa skráð sig í nýjan flokk Corbyns, þannig að meðan að sá flokkur ekki komin á koppinn, að þá held ég að sé alveg ljóst að vinstrimenn fylgja sér að baki græningjum og hafur aukist skoðanakannir hafa sýnt hann í 12-13% sem meira en græningjar hafa verið með allavega í mjög langan tíma og mér kæmi ekki á óvart að það einhvers konar taktísk kosningabandalag milli græningja og hins nýja flokks Corbyns og Sultana að þau bjóða ekki á móti hvor öðrum í kjördæmum, þó það var ekki nema taktískt eins og það, að þannig að þetta kæmi mér ekki óvart, sérstaklega eftir að Zach var kosinn. Og hann hefur allavega lýst í yfir, hann sé mjög svona
tilbúin að tala við fólk úr hinu hugsanlega nýja vinstri, frá nýja vinstriflokki. Já, ég heyrði fólk tala þannig helgina að það skynjaði næstu breytt andrúmsloft í London þegar það gekk götur og var að tala við fólk að það væri, þessi skautun væri svona meira áberandi og ákafari heldur en hefði áður verið og við könnumst við að þegar fólk að tala ástandi í Bandaríkjunum þar sem að fólk bara verður að passa sig á því að ræða ekki stjórnmála því að virðist vera eins og það kraumi eitthvað mikið undir yfirborðinu og allt sé að fara að gjósa. Við kannski að leggja þetta á þig að svara þessu að þú náttúrulega ekki farið með hjartsláttamæli alla London en upplifur það að þessi svona skautun og þessi ákjöf sem að fylgir í Ystahægrinu að sé komin til London? Já, þetta má segja ákveðnuleyti nýtt vegna þess ég tala það oft í samtölum okkar hér áður á samstöðinni að borgir sérstaklega eins og London að það sé langt minnstur rasismi og minnstu útlendingaandúð. Það ennþá rétt. En það sem að gerast það sérstaklega í jaðrinum á London sem svona sögulega hafa verið svæði þar sem íhaldsflokkurinn hefur verið sterkur. Þetta hefur oft verið svona millistéttarhverfi sem að millistéttin og þetta oft hættulegt út frá svona stjórnmálafræðilegum skoðunum þegar ákveðin hluti millistéttarinnar ýtt niður. Það að segja þetta gerist í Þýskalandi eins og frægt var á Weimar-tímanum og svona svæði. Ástæðan fyrir ég að segja þetta það voru gífurleg mótmæli í jaðri London svæði sem heitir Epping sem norðaustur á London. Þetta svona endastöðin á einni af neðanjarðarlestanum. Að þar voru mótmæli, mjög hörð mótmæli dagleg gegn innflytjendum og beindust að hóteli og þá var töluvert mikið göturnar, fólk væri. Ég aðeins svona innar í borginni og maður sé til dæmis ekki enska fána hérna eða breska sem hefur orðið svolítið táknmynd þessa og þú minna var við þetta í innri út í jaðrinum í London, svona vestur London það sem ég getum kallað, en ég fór til dæmis með strákinn minn á fótboltaæfingu núna helgina. Það ekki langt frá svæði sem heitir Uxbridge, þar sem eitt frægasti þingmaður þeirra var Boris Johnson á sínum tíma og þar voru enskir fánar upp í ljósastaurunum og þetta var fyrsta sinn sem að ég sá það hérna í London og ég held að þetta að koma aðeins inn. Það má ekki gleyma því að þó að hafi verið þessi gífurlegu fjöldi sem var á þessum fundi, það kom fólk allstaðar á mótmælin. Það var skipulagðar ferðir og lestarferðir og rútuferðir, þannig að mikið af fólkinu sem var að mótmæla núna helgina var ekki ef þú horfir yfir hópinn að þetta lítur ekki út eins og London. London það eitthvað bara rétt rúmlega 50% íbúana myndu teljast hvítir, innfæddir hvítir. Þannig að þegar þú lappar götuna þá sérðu mikið af brúnum og svörtum andlitum til jafns við hvít en þú sást ekki mikið af þeim í þessum mótmælum. Þannig að það ákveðin, þetta komið aðeins inn í London en ennþá á svona þessum klassísku svona hægri sinnaðri svæðum og það eins og það sé að gerast að þessi svæði sem íhaldsflokkurinn var sterkur á í London, sérstaklega út í London að þau svæði séu það séu að ákveðin róttæknivæðing þar að segja eða svona öfgavæðing þar að þau séu að halla sér í form og andúðga hvort útlendingum. Þetta er náttúrulega mjög sérstaka merkingu í Bretlandi að hengja svona flögg upp í fána því að þetta hefur verið lengi
gert á Norður-Írlandi og þegar ástandið var þar hvað verst. Það voru hengdir svona fánar hér og þar til þess að merkja eitthvað svæði og það gat orðið gríðarleg mótmæli og ofbeldi sem að fylgdi því ef einhver ætlaði að taka niður eitthvað fána. Þannig að þetta hefur ég bara að segja þetta við íslenska áhorfendur að þetta hefur svolítið aðra merkingu í Bretlandi heldur en kannski við áttum okkur á að þetta eiginlega merki viðvarandi borgarastyrjöld. Já, þetta er alveg mjög mikilvægt og eins og ég sagði það, mér var og ó þegar ég sá enska fánan og ég maður sem hef veifaði enska fánanum á fótboltaleikjum, þannig að það er svolítið öðruvísi það er svona, tákmyndirnar taka breytingu. Já, herðu Guðmundur, takk fyrir að taka síman til London og ég fæ heyri í þér, alltaf nóg að frétta í pólitíkinni í Bretlandi, ég fæ heyri í þér seinna. Já, takk fyrir og alltaf gaman að koma á samstöðuna. Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við samstöðuna, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim sem alltaf að breytast, samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Velkomin á samstöðina. Þá ætlum við að blása aftur lífi í lið sem að, þótti sig sjálfur frá vakti töluverða athygli hér fyrir sumarið. Þá tók ég allmörg viðtöl við nýja þingmenn á Alþingi, þingmenn sem fóru inn í síðustu kosningum. Var ekki 30. nóvember með minni það sem við gengum að kjörborðinu. Og við köllum þessa þætti óþekkti þingmaðurinn. Þessi nýju þingmenn eru nú reyndar margir hverjir þjóðinni kunnir fyrir kannski einhver önnur störf en kannski ekki mjög þekktir enn í huga þjóðarinnar sem þingmenn. Og við leggjum upp úr því að í þessum samtölum að kynnast persónulegri hlið þessara þingmanna. Við getum kallað það að við leitumst við að finna mannin eða manneskjuna á bakvið þingmannin. Og góður gestur í dag, nýr þingmaður Flokks fólksins, Sigurður Helgi Pálmason. Vertu velkominn, Sigurður Helgi. Takk kærlega fyrir. Við höfum svolítið brasað í því að reyna að finna sameiginlega stund. Akkurat. Þetta breytist svolítið hjá mér í desember. Út á dollu. Já, út á dollu. Og ég hef nú sagt svolítið svona í gríni að þetta er eiginlega einn mestu vörusök sem ég hef upplifað á ævinni, þetta er ekki þægileg innivinna. Það er bara brjálað að gera. Það er brjálað að gera. Já, og þú ert ég get eiginlega nánar sagt að ég hafi ekki hitt fjölskyldunum mína í fyrstu bara 6 mánuðina á þessu kjörtímabili. Það er bara þannig. Já. Þú hefur einmitt, þegar nefnir, þú hefur ekkert verið mjög ábyrrandi í fjölmiðlum. Þú hefur bara haft öðru að sinna. Já, ég fór nú að skoða því að það er margt áhugavert þegar maður kemst inn á Alþingi, að það er skoðanir sem að maður var kannski búin að mynda sér, að maður fær kannski svolítið svona aðra sýn á það náttúrulega bara þegar maður kemst inn. Já. Og eitt af því man ég eftir þessi umræða sem að koma alltaf ræðutíma þingmanna, að það ætti að samsvara sér að ef þú talar lítið í pontu og þá værur ekkert að vinna. Þannig eiginlega ég ætlaði að gera á henni kominga en ég er mjög neðarlega á listanum yfir ræðutíma í pontu. Já. Og ég held að vissu leyti að því ég kem svona nýr inn að það tók mig og ég er ennþá að reyna að svona hálfpartin að finna út úr því hvernig ég á að vinna vinnuna mína vel. Ég er í þó nokkuð mörgum nefndum. Ég sagði eins og ég hef oft gert svona á minni ævi að ég segi nú oftast bara já. Það er það sem hefur oft leitt til svona þekkingar á nýjum sviðum og svo bara oftast þetta bara hefur það alltaf verið skemmtilegt. En ég var varaformaður utanríkismálanefndar. Ég er aðalmaður í umhverfis- og samgöngunefnd. Ég er formaður Evrópuráðsþingsins og ég er formaður Þingvallanefndar. Svo er ég framtíðanefnd og svo var ég í samráðshópnum núna sem var öryggis- og varnarstefnu. Þannig að koma svona nýrin á Alþingi og þú hellir inn í þetta eins og ég geri, að þá bara hálfpartin hvarmaður inn í þetta starf sem að mér finnst mjög góð tilfinning. Að ég upplifi þetta eins og ég sé að vinna vinnunum mína. Ég er ráðinn til þess að starfa fyrir land og þjóð og það er
hægt að gera lítið á Alþingi. En ég held að ég sé bara, ég allavega fer alltaf svolítið stoltur heima á kvöldin. Ég held líka kannski að þetta sé svona tvíeggjað vopn, þeir þingmenn sem eru alltaf í öllum umræðu þáttum og eru einhvern veginn alltaf bara upp í andlitinu á okkur. Ég ekkert endilega vissum að þeir græði mjög mikið á því. En á sama tíma þá náttúrulega þarf þingmaður á athygli að halda. Já, og það er alveg þannig. Ég held líka að ég hef bara gefið mig líka svona eins og ég segi, ákveðin tíma vegna þess að það að tala ekki það finnst stundum eins og við séum að tala hluti sem við höfum kannski ekki búin að kynna okkur nægilega. Það er nú kannski út af það sem starfið gengur stundum. Já, en ég, af því ég er svo ofboðslega nýr, að þá tala ég ekki þetta stjórnmálamál. Ég er bara hreinlega ekki komin með orðaforðan og ég hef sagt að ég skildi hreinlega ekkert hvað verið í gangi fyrstu mánuðina í starfinu mínu. Það er að segja ég þurfti að leggja meira á mig bara til þess að reyna að finna út í hvað var að vera að tala um og það er alveg, þeir sem hafa verið í pólitík lengir segja þetta alveg, það tekuði bara ákveðin tíma að komast inn í ef við tökum bara jöfnunar svo sveitafélag eða rammaáætlun, þetta eru 2 hlutir sem að koma í sömu vikunni í nefndi mín og ég satt inn í nefndinni og mér fannst nánast eins og að væri eitthvað að mér vegna þess að allir sem voru í kringum mig hafðu svona ákveðna svona yfirsýn yfir þessi mál en að því ég kem svo nýri inn að þá þurfti ég bara að biðja fólk um að útskýra þetta fyrir mér eins og ég væri 10 ára vegna þess að ég skildi ekki lögfræðimálið eða þetta svona alþingismanna tal að því þau eru vön að tala þannig og ég bara sem nýra aðilinn í pólitík er það ekki. Þá bara nýta sér þennan skort á bakgrunni þínum sem styrk að koma inn með annað sjónarhorn hlutverki nemandans þá gengur ekki út frá neinu sem gefnu þannig að getum við ekki bara verið sammála um það að þetta er ekkert endilega handicap, þetta er ekki endilega neikvætt. Nei, alls ekki. Þess að ég held að spurningarna sem að ég kem með koma með öðrum augu, þetta er annars konar augu og ég er mjög óhræddur að láta vita ef ég skil ekki. Þú þykist ekki vita það sem þú ekki veist. Vegna þess að það mun alltaf koma þér allavega í, hefur verið svona reynsla mín í gegnum mín ævi að það er miklu betra að viðurkenna og vitir ekki eitthvað heldur en að reyna að grafa þau upp úr því með því að fara með þessar hefðbundnu ræður einhvern veginn að koma þér út úr því að þú veitir ekki eitthvað og ég held að það sé bara mjög hollt fyrir okkur í stjórnmálum að geta viðurkennt að við bara vitum ekki eitthvað og svo bara getum að það bara beðið aðstoð. Ég meina það er dásamlegt fólk sem vinnur á Alþingi sem er alltaf til í samtali og meiri segja eru þingmenn sem eru í minnihluta inn í nefndunum mínum. Ég er bara mjög gott samstarf í mínu nefndum og ég rölti bara til Óla Adolfs í Sjálfstæðisflokknum sem hefur gríðarlega mikla reynslu í rammaáætlun og ég bara beð hann að hjálpa mér að fá ykkur skonar yfirsýn og það var bara mjög heiðilegt og gott svona samtal og þannig á þetta að vera inn á Alþingi. Þetta er stundum svolítið keppn það að vera að keppast finnst mér svona skrýtna hluti stundum. Þetta finnst mér góð byrjun á spjalli, þú er búin að slá auðmjúkan tón, við skulum endilega bara halda okkur þar. En nú ætla ég að fara með þig aftur í tíman. Þú ert sonur Pálma Gunn og Þuríðar Sigurðardóttur. Þetta eru 2 súperstjörnur. Voru þau saman, varstu sem sagt á heimili þeirra beggja eða skilja þeirra leiðir fljótlega? Já, þau skilja bara því ég nokkra mánaða. Þannig að það er engin minning hjá mér samband mömmu og pappa annað heldur en það sem það er bara í dag. Nei. Og í raun og veru er það náttúrulega ákveðin svona blessun, ég segi þetta að þau skildi nú hafa skilið
út af því að þar kemur náttúrulega inn allt þetta dásamlega fólk sem er þá eins og með stjúpföður minn Friðrik Friðriksson og stjúpmömmu Ólafsdóttir og þau náttúrulega foreldra og þetta var allt saman dásamlegt fólk og þá einhvern veginn bara var fjölskyldan einhvern veginn stærri og ég naut mjög góðs af því að kynnast því góða fólki. Já. Og þú varst ekki dregin í gegnum einhverja deilur og erjur eins og hjá fólki sem að tekur langan tíma að skilja stundum. Nei, ég nefnilega, vegna þess að móður mín mamma var rosalega dugleg að hún passaði rosalega vel upp á samband mitt við pappa. Já. Pappi svona mín fyrstu ár var náttúrulega að eiga við sín mál sem að náttúrulega guðblessanlega er núna komin frá því ég er búin að ná þessum gríðarlega mikla árangri sem að náttúrulega sonurinn er mjög stoltur að. Og svo við nefnum orðið upp átt ef einhver veit ekki hvað við erum að tala til dæmis í yngri kynslóðinni, við erum að tala alkohólisma. Já, við erum að tala alkohólisma, já. Þannig að, en sko, móður mín hún gerði sér alveg grein fyrir því hvaða pappi var að eiga við. Og þrátt fyrir að hafa kannski geta farið þá leið að eins og maður hefur séð að það sé bara lokað og að það fari einhvern veginn allt í lás að þá varði hún samband mitt við pappa þannig að við nutum báðir góðs af sem að síðan alltaf gerir það verkum að þegar að pappi nær síðan þessum árangri að þá einhvern veginn tekur hann við því bara fljótlega þegar hann er búin að ná þessum árangri og sambandi mitt við pappa er náttúrulega bara ofboðslega gott, við erum miklir félagir. Þetta viðhorf móðurinnar lýsir bæði þroska og framsýni og var ekkert endilega sjálfgefið á þessum árum. Nei, sko það sem að, nei alls ekki og ég hef oft velti fyrir mér og hugsað þetta en það sem að og ég hef ekki rætt þetta kannski beint ég bara mamma sá kannski pappa áður en hann fer að eiga við þetta þannig að pappi þetta er dásamlegur maður sem að elskar fjölskylduna sína en eins og við vitum bara hvernig þessi fíknisjúkdómar breyta fólki að þá dregur það náttúrulega fram það versta í fólki. Já. Þrátt fyrir sjúkdómi þá var pappi alltaf góður. Hann var náttúrulega bara sjálfum sér verstur og hann gerði allt í sínu valdi til þess að halda sambandinu okkar í lagi en var bara stundum ekkit fær það. Þannig ég held að mamma hafa kannski svolítið verið að íta á að þegar að pappi mætti ekki, vegna þess að náttúrulega pappi í mínum tíma, pappi á þessum tíma er náttúrulega bara fyrir ungan strák er náttúrulega bara Guð almáttugur. Þannig að hún einhvern veginn lét held ég bara pappa vita að þetta væri ekki gott. Og já, hún er alveg ótrúlega móður minn. Hefur pappiðin sagt þér síðar að tilkoma þín og þú hafir kannski verið einn ástæða þess að honum tókst að hætta að drekka og gjör snúa lífi sínu, lifir virðingaverðu lífi í dag? Já, ég held að með fíknisjúkdómana þá náttúrulega eru alls konar ástæði fyrir því að manneskja kemst á þann stað þar sem hún vill virkilega breyta og auðvitað spilar fjölskylda inn í ég bara þekki pappa minn það vel að auðvitað er það hugsunin þér líður ekki vel þegar þú ert að fjarlægast börnunum og eiginkonu og fjölskyldu þannig að ég var að hugsa með daginn ég á alveg óbúslega falleg bréf sem að pappi sendi mér þegar hann var í meðferð út í Bandaríkjunum það var þeim tíma sem að svona helstu sögurnar að hann var í látin fóru á stað og meiri segja ég sett á sögu þegar eitt kennari kom til mín og vottaði mig samúð af andlati föður míns í skólanum það gekk bara alla leið og ég náttúrulega fæ líka að hafa fullt af fólki sem að rætti og spurði mér bara hvort að pappi mér væri dáinn þannig er ég Hvað ertu gamall þarna? Hvað er það? Ég er 80 og 10, 11, 12 ára bara mjög ungur en ég á mjög falleg bréf frá pappa sem að ég mun verða þetta sem að sýnir fram á svona þetta samtal við barnið til að biðja afsökunar og hann gerir það mjög fallega og
af því að maður markerast á því náttúrulega hvað maður sér sjálfur sem krakki en ég hef það fyrir reglu með börnin mín að ef að ég finn fyrir tilfinningu að ég hafa kannski verið og byrjaður eða reyður eitthvað svoleiðis, það bara sest í niður með þeim og byrja afsökunar. Og það bara, það bara rosalega hollt og það rosalega gott fyrir þau að vita að sko foreldrarnir séu líka náttúrulega bara mennskir og briskir. Þetta til margs breytta tíma. Þetta hefur líka verið mín aðferð gagnvart mínum börnum að þykjast ekki vera neitt annað en ófullkomin mannvera sem stundum gerir mistök og biðjast afsökunar á þeim. En kynslóðirnar á undan okkur, þær sáu kannski ekki alveg tilgang með þessu og þær héldu kannski að þá færi allt að riðlast til innan fjölskyldunar. Og annað dæmi náttúrulega með hræðilega hluti og erfiða hluti sem kannski áttu sér stað fyrir framan augun á þeir sem barn að skilningur fólks á þeim tíma var oft sá að það væri betra að ræða ekki það sem hafði gerst sem svo jók meinið oft. Þannig að ég veit alveg hvað þú ert að tala þarna. En það kom með eins og með móður mína að hún var alltaf rosalega opin á til dæmis veikindi pappa. Það var bara mjög eðlilegt samtal þegar ég var aðeins eldri þegar ég hafði kannski listamannshjartaði í henni kannski já og þetta var einhvern veginn í mínum huga var einhvern veginn svona skilningur á því hvað hann var að ganga í gegnum og þess vegna kannski þetta að því maður svona meðvitar í raun og hver endalók þessa sjúkdóms náttúrulega getur verið að þá maður náttúrulega svo ofboðslega þakkláttur fyrir að það fólk sem nær þessum árangri sem að kemur sér út úr þessu hvað maður verður sér þakkláttur að þetta ekki sjálfsagt. En þú ert ekki sjálfur alki? Nei, ég ekki alki, nei. En ég hef alveg þurft að fara mína leiðir og ég hef alveg fengið, þú færði þetta náttúrulega ákveðni gjöf, það bara spurning hvar það lendir. Ég hef náttúrulega þurft að eiga við matafíkn, það var eitt sem ég þurft, Langt síðan? Nei, sko, það náttúrulega bara alltaf. Það alltaf? Já, bara, þú veist, ég sækist, að þetta, í enda dagsins þetta náttúrulega alltaf að sækist í ákveð dópamín. Þú ert alltaf, þú ert eitthvað leiður, þannig að þú ert að sækjast í að fá dópamínið afhent. Þannig að matafíknin hefur sett svona svolítið strikkireikningi á mér sem ég þurfti að eiga við. Líður þér þegar þú fellur í matafíknin eins og þú þurfur að hlaða þig fyrir svefnin? Já, það svolítið þannig. Það og ég náttúrulega, sko, þetta hefur komið við á fleiri stöðum hjá mig líka. Af því að þetta náttúrulega genatíst og þú ert í grunninn og ég sko ræðu þetta eins og með þetta fá dópamínskammtinn. Eitt af því að vera til dæmis með athyglisbrest að það alveg rannsakað að þetta hefur áhrif á dópamín. Þú ert með hann, athyglisbrest. Já. Og þannig að þú ert að fá öðru í þessi skilabóð og þú sækir í þetta dópamín og svo náttúrulega verður eitthvað ójafnvægi á því. Þú þarft meira til þess að fá venjulegan skammt. Og það alveg eitthvað sem ég fekk bara í vöggugjöf og ég man eftir því bara sem krakki að ef mér leið illa þá var ekkert eins gott eins og nýmjólk og keks sko. En svolítið daginn í dag bara ekkert eins gott eins og nýmjólk og keks það bara ef mér líður illa það bara ég sækist í það svolítið þegar ég undir álagi. Ég var í brúðkaupi í sumar hjá ungum frænda mínum sem giftist franskri unnustu sinni og óbúslega duglegur strákur sem með doktorsgráðu og hefur náð öllum sínum markmiðum. Þeir sagði að það veri bara eitt sem hann ætti engan séns gagnvart og það væri einmitt kekspakki og mjólkurferðnar. Það bara, ég veit ekkert betra og sko ég líka þannig að ég aldrei verið mjög hrifinn af til dæmis gosi en ég gjörsamlega elska ískaldan ímjólk og ég, sko, það ákveðið svona og ég var með pappa núna ég vorum að veiða í sumar og þar var pappi að fá sér mjólkuglas og hann, sko, hann drekkur mjólkina alveg eins og ég lignir svona augunum aftur og kemur svona sælu svona svipur og þarna ég akkurat líka. Þarna heldur statur. Já. En ég var með Snorra Másson í óþægta þingmannum kannski fyrir hálfu ári eða eitthvað svolítið sem mann ekki hvernig það var, kannski vor og þá barst talið að ADHD og hann spurði ADHD til? Og ég held að hann vilji meina að þetta sé svona eitthvað lært hjálparleysi hjá
mörgum samtímamanninum að við séum að ræða það, við séum einhverja greiningar og eitthvað svona. Hvað viltu segja við Snorra? Hvað vil ég segja við Snorra? Já, alltaf sé ekki bara best fyrir mig að segja að ég er bara ekki sammála Snorra og það er bara allt í góðu. Og það var því bara lokið. Já, það var því bara lokið. Ég svo sem hef lifað með þessu alla mína ævi, ég hef séð í raun og veru, ég á líka vinir sem eru með athyglisbrest. Stjúpsonur minn er með athyglisbrest. Ég er ekki búin að sjá það kannski í strákunum mínum en ég er svona fylgist með því. Ég markarast alveg af athyglisbrest, ég markarast alveg í skólagöngunum minni. Og hef í raun og veru þurft að vinna og finna lausnir hvernig ég get unnið með athyglisbrestin. Þannig að í mínum huga er þetta mjög raunverulegt, þetta er eitthvað sem að því að ég sé það bara í stjúpsinu mínum að þegar hann fær sín lyf, að þá sunkast hann niður. Já. Og ef það eru lyf sem að farið til þess að fókusera, það er að segja farið úr þessu, að þá náttúrulega augljóslega er þetta eitthvað sem að tengist líffræði, sem að er eitthvað sem að þá, ég myndi segja að væri mjög augljóslega að þetta sé ekki áunnið eða eitthvað kennd hegðun. Eða alibi eða fjarvistarsönnun eins og ég held að Snorri haldið þetta sé í einhverjum tilvikum. Ok. En Já, við bara erum ekki sammála, það er bara og það er líka bara það er í grunninn það sem að starf mitt gengur út á. Það er, ég fæ borga fyrir að vera ósammála fólki. Já. En sko alin upp af 2 listamönnum. Ertu sjálfur listrænn og frjálslegur? Já. Ég það er mjög ríkt í mér. Það er, ég sem mikið af tónlist. Ég hef verið að semja tónlist fyrir sjónvarp og eftir ég byrjaði að gera sjónvarpsþættina mína þá datt ég inn að semja fyrir sjónvarp tónlist. Ég fór í 2 ár að læra píanó en svo bara hélt ég einhvern veginn áfram sjálfur. Mér finnst mjög gaman að mála þó ég hef svolítið langt síðan ég tók upp pensilin en það mun örugglega gerast mjög brálega. Já, þannig að ég er mjög svona skapandi í hugsun. Já. Og hef í raun og sko, ég er svolítið svona ég myndi segja það væri mun meiri listamaður í mér heldur en pólitíkus. Já. En ég held að sé mér mikið að það sé listamaður sem er í pólitík. En ég verð að skapa eitthvað og ég er alltaf og það fer alveg það er alveg alls konar aðferðir sem ég hef bara til þess að þetta róar kerfið mitt. Já. Ég held að sko, þeir sem eru listamenn að þér fer að líða illa ef þú nærð ekki að skapa. Þetta er bara svo ríkt í fólki. Að ef að langt síðan þú sest niður í píanó eða langt síðan þú hefur verið að mála eða taka ljósmyndir, ég tek mikið af ljósmyndum. Það veitir mig bara ákveðnar gleði. Og það er svona nánast sko erfitt að vera með mér í bíl ef þú ert ekki með athyglisbrest. Af því að ég er rosalega mikið að skanna. Ég skanna endalaust alls konar form og ég hlusta á tónlist í litum og ég sé þetta allt fyrir mér einhvern veginn í hausnum á mér. Já. Ég get tekið undir margt af því sem þú segir. En hver gamall ertu þegar þú kannski áttar þig á að þú ert ekki með alveg sömu spil á hendi eins og mjög margir aðrir og hver var þín leið til þess að bregðast við því? Sko, ég á mjög sterkar minningar þar sem að ég er heima að reyna að læra og ég næ ekki að fókusera og bara mjög ungur þar sem ég man eftir og þetta var, mér fannst þetta mjög erfitt þess að þú ert náttúrulega með krökkum í skóla sem að ná ákveðnir svona yfirsýn eða þau ná að lesa og muna þannig að ég fer bara mjög fljótlega áttum að því að það er eitthvað, ég er ekki einhvern veginn að ná þessu og fyrst held ég að þetta hafi eins og gerist hjá mörgum að þú ferð að álita þig vera svolítið vitlausan.
Það er að segja að þú ferð að spegla því í öðrum og þá færðu þessa svona tilfinningu að þú sért kannski ekki eins klár. Fékkstu líka þau skilaboð frá kennarunum? Já, vissuleyti, já. Einstaka kennari samt sem að sá að það var svona, það var eitthvað á bakvegans líka. Sá meira í þér. Já. Og ég held að sko, þessi ár sem ég verið í skóla hafi verið kannski svolítið byrjun þar sem fólk var farið aðeins að svona sjá þetta. Hvernig ertu fættur? Ég er fættur 1974, þannig ég er 51 árs. Já. Að verða. Já. Það er 9 ára milli mín og þín. Já. Og ég, af því að ég var líka vitni af því sem að þú varst að lýsa, það var ekki skilningur á þessu í minni skólastofu. Fórst í Tossabekkin? Nei, sko, ég var sjálfur, mér gekk mjög vel í skóla, en í bekknum voru lesblindir einstaklingar og aðrir sem voru ekki búinir þessum hefðbundnu tækjum. Já. Og það var engin skilningur þá komin, en þú segir fættur 74 og þetta hafi svona aðeins verið að byrja. Já, það var ekki samt komið í skólan, ég held að bara að kennarar hafi verið að átta sig á því, því ég það eru svona, þetta eru 2 kennarar sem að sáu eitthvað í mér. Og ég man til dæmis eftir því að ég var sérst í sögu og þar var kennari og við áttum að fara í, þá fengum við að fara í svona starfsleiðangur eða starfsdag, þar sem að krakkarnir fóru þá í fyrirtæki og þú ættir að eyða deginum í fyrirtækinu og svo ættir að skrifa ykkur að greina þessa upplifun. Já. Krakkarnir í mínu bekk, þetta var annarkot Coca-Cola, það var Vífufell, það var í Nova Sirius, það var í svona fyrirtæki sem þau bara mjög klár, bara vissu það að þau myndi fá nammi. Ég ákvað að hringja upp í Þjóðminjasafnið og hérna... Skoriði verulega úr þar? Já, ég var eini og sem að hringdi þangað og ég man svo vel eftir því að hún var svo glöð, konar sem að tók í símtalinu, ég skildi vilja koma. Þannig að þegar ég kem þangað, því þarna lá áhugi minn á ykkur gömlu, þetta var þessar sögur, ég finnst ofboðslega gaman að hlusta á skemmtilegar sögur og sérstaklega ef ég get tengt mig einhvern veginn og verið með einhvern hlut sem að tengist sögunni, það er eitthvað svona, mér fannst alltaf dásamlegt. Eins og við höfum séð sjónvarpsþætti. Akkurat, og þeir eru byggðir á þessum barstlega áhuga mínum. En þau taka á móti mér og ég bara, þetta er fyrir breytinguna náttúrulega á húsinu, þannig að þau náttúrulega voru með allan safnkostinn nánast í gamla húsinu og ég fekk bara lykla og ég mátti bara ganga og skoða allt og ég meiri segja, þá var skrifborð Jón Sigurðssonar og pípahatturinn hans, hann var náttúrulega bara á skrifborðinu og svo var bara pínulítið snúrar sem var þarna fyrir, sem að fólk að beða að fara ekki yfir. Og ég spurði hvort ég mætti setjast og það var ekkert mál og ég satt við skrifborðar með pípahatinn hans og ég fekk að skoða hann í kassa þar sem voru hauskúpur og þarna einhvern veginn fæ ég svona, og ég man þetta svo vel að því að ég og eftir ég fór að gera þættina þá fór ég að hitta fólki sem var að vinna á þessum tíma sem að mundi eftir mér en þarna fæ ég kannski svona pínunetla sönnun þarna sem ég skrifa síðan smá ritgerð sem var einblöðungur á vísu. Í ritgerðinni talaði ég hvað þetta er mikilvægt starf og hvað er mikilvægt fyrir stjórnvöld að láta Þjóðminjasafnið fá meiri pening. Mjög gott. Já, þannig að og ég las þetta daginn og var því ennþá þessa ritgerð. Af því þar fékk ég í fyrsta skipti einhvern sem var manni hvað það var 9 eða eitthvað svoleiðis. Já. Af því þá kemur henni þessi áhug og þá ég man eftir því að þetta komur óvart þegar ég sá að því ég var alltaf hangandi einhvern veginn sikur megin við 5. Já. En síðan fer ég úr grunnskóla og ég fer verið 2 vetur á Alþýðuskólanum með Eiðum og það náttúrulega það var alveg dásamlegt en það eftir þann skóla þá flýtið til pappa, ég veit að hlaupa hans yfir en þá Anna Ólafsdóttir, stjúpmóðir mín hún lærði kennari og hún í raun og veru sýni mér fram á það að ég væri ekki vitlaust. En þarna er ég, hvað er ég gamall, 16-17? Það er ekki eiginlega fyrir þá sem ég sé, þess að því Anna er náttúrulega algjör snillingur og hún einsetti sér það að láta mig ekki fá það á tilfinninguna
að ég var ekki að skilja. Ég var svo fljótur að gefast upp og ég var orðinn svo góður í að koma mér úr aðstæðum sem voru erfiðar. Hún átti að sjá mikilvægi þess að bakið væri beint en ekki bóið á þessum. Þannig að ég var alltaf vanur að vera, og þetta verður svo flókið að halda sambandi. Þannig að hún í raun og veru sýnir mér þarna í fyrsta skipti að ég bara má segja það að þetta hafi mót svona kannski svona, ég náttúrulega áttaði mig ekki á því þá, en þetta mótaði mig af því að maður var aðeins bitni í bakinu, sko. Já. Og eftir svona róstu saman uppvöxt hvað þetta var þar, þetta náttúrulega við erum að tala miklar áskaranir, þá kannski styttra í þakklæti hjá þér en ella, því oft það þannig að það sem ekki drepur okkur, það bætir okkur og herðir okkur. Já, og ég held að þetta sé ekki líka, þetta náttúrulega mótaði sem einstaklinga til að líka mótar þig hvernig þú tekst á við áskoranir. Já. Þetta vissulega var líka ákveðin feluleikur, þar að ég var rosalega góður að draga mig út úr aðstæðum sem mér þóttu vera erfiðar, en samt gaf mér alveg ofboðslega góð tæki til þess að finna lausnir sem að hentuðu mér. Já. Það að segja að hvernig get ég haldið fókus? Þú verður á endanum einhvern veginn að finna hvað sem ég þarf til þess að láta þetta ganga upp. Og ég alveg óendanlega þakklátur fyrir það í dag. Ég væri ekki á þeim stað sem að ég akkurat núna í dag. Ég væri ekki á þessum stað nema ég hefði fengið þessar áskoranir í hendurnar. En þú varst hvorki lesni skrifblindur? Skrifblinda. Varstu skrifblindur? Já, ég átti ég er búin að vinna úr því. Þú er búin að vinna úr því? Já, ég get eiginlega sagt að það hafi gerst þegar ég byrjaði að vinna upp í Seðlabankanum. Þá var ég fyrst hræddur að ég þyrfti að svara fólki og það var ekki mjög gott að vera með of mörg enn. Og ég veit að þú varst óhefbundin umsækjandi þessa stöðu í Seðlabankanum, ekki satt? Jú. Og varst svolítið svona sérstakur á starfsmannalistanum. Já, ég held að ég hef verið eini ómenntaði aðeins, það að segja, ekki búin að klára nám. Ég fór í 2 ár í framhaldsskóla og ég fór í 1 ár í iðnskóla. Þannig að ég var ekki búin að klára menntun. Þannig að Þú hefur ekki tekið stúdentspróf? Nei. Og það í raun og veru, ef við setjum þetta í einhverja tímar, það ég var sér 2 ár á Alþýðuskólanum Eiðum, svo fer ég til Dalvíkur sem Anna var að kenna mér og tók þar einu önn. Síðan þegar ég flytta norðan þá ákvað ég að fara hingað suður og það var svona draumurinn að læra gullsmíði. Já. En það var náttúrulega mjög erfitt að komast inn í gullsmíði á þessum tíma, þannig ég náði ekki að koma mér fá eitthvað gullsmíð til þess að taka við mér, þannig að ég fer í Iðnskólanum í Hafnarfirði og fer á hönnunarbraut þar. Þegar ég er í því námi þá sé ég auglýsingu frá Air Atlanta flugþjónustarfið. Móðir mín náttúrulega var flugfreyja og hafði verið að vinna fyrir Air Atlanta, þannig að ég ákvað, þá er ég 19 ára þegar ég sæki starfið og þegar ég er 19 ára þá líti ég út fyrir að vera 14 ára. Já, var það? Já, myndin af mér fyrsta daginn í vinnunum minni í Air Atlanta, það er alveg kjánalega, það er mjög fyndið. Þannig ég var mjög unglegur. Þú ert reyndar ennþá frekar unglegur. Já, þakkaði fyrir það. Ég beið eftir þessu. Þú náður því það? Já, akkurat. Þannig ég fyrir að vinna hjá Air Atlanta. Já. Þrátt fyrir að ég var of ungur og fyrsta verkefnið var í Nígeríu. Þá var ég 20 ára. Og ég er að vinna hjá Air Atlanta í 6 ár. 6 ár? Og flög út allan heim og þetta er bara einn skemmtilegustu ár. Þannig að ég kaus að taka ævintýrið svolítið af því að og ég ætlaði síðan bara alltaf að fara í námið eftir þetta fyrst hugsaði mig verið bara 1 ár, en síðan alltaf var þetta bara ofboðslega gaman og fyrir 20 strák til 26 ára var þetta alltaf bara algjört ævintýri að fljúga út allan heim. Ef maður er á góðum stað í lífinu þá er maður
oft meðvitaður þá hugsun að allt sem við gerum sé einhvers konar menntun, tækifæri til mennta. Nú dettur mér í huga 6 ár í þessum bransa hafi verið alveg gríðarleg þjálfun til dæmis í mannlegum samskiptum og mannlegu eðli. Já, og áskoranir. Og það má segja kannski ég hef verið undirbúin undir það að fara svona einn út bara að því ég var þarna alltaf í skólanum og eyðum í heimavist. Já, einmitt. Þar er ég 15 ára þar sem ég þarf svolítið að sjá sjálf að mig þótt að maður kann alltaf tekið upp símann og biðja að senda þessi 500 kall með postgíró. En Air-Atlanta var alveg rosalega gott fyrir strák og Garðabæ sem að átti foreldrar sem að voru ofboðslega dugleg sem að börðust fyrir ég meina þau eiga einbýlishús en ég meina jólagjafi þeirra fyrstu 15 árin sem mann eftir voru bara hurðar og vaskurinn og klósettið og gestaklósettið ofboðslega dugleg en ég upplifi náttúrulega aldrei neitt skort en svo bara fyrsta verkefni sem ég fer í það að fara til Nígeríu og þar fariðu náttúrulega þessa ofboðslega öfuga myndu hvernig þú upplifir lífið þannig að og það var eitthvað sem ég þurfti síðan að læra og bera virðingu fyrir því þess að ég man eftir og ég hef sagt þessa sögu að ég var ekkert í Bangladesh þá var ég búin að vera vinni á Air-Atlanta ég man ekki hvort það var 1 ár og þeir eru 21 árs og það er náttúrulega ekki brjálæðislega mikið að gera þarna hjá þér upp hausnúðar þetta er svolítið vitluð svona svolítið gaman og mikil svona humoristi en við förum á það er 1 hótel sem við gátum gist þarna í Bangladesh og þar var veitingastaður búin að keyra frá flugvöllunum á hóteli var náttúrulega ekki nema fátækt og ofboðslega erfitt og sérða og bara fannst það svo kemur þetta hótel og þá er einhvern veginn búið að setja það í eitthvað svona búblu aftur svo fer ég á veitingastaðinn rosalega flott og ég segi við þjónin að hún kemur og spyr mig hvað bjóða þér og ég segi til alla matseðilinn sem var 4 blaðsíður af alls konar réttum og mér fannst þetta alveg rosalega fyndið það því að við vorum alveg brjálæðislega vel launuð á þessum tíma og þetta var svona fannst þetta bara svona sniðugt að sjá svo á ég stund þar sem ég er við borðið og þjónarnir eru að koma með þetta og þeir eru að hlaða þessi diskunum og ná hvort annar en einhvern veginn að láta þetta passa allt saman á borðið og þetta varð allt saman rosalega kjánulegt og þá fekk ég skammaðist mín alveg svakalega og helltist yfir mig bara hvað ertu að gera af hverju ertu að láta þeim af hverju ertu að setja þau í þessa stöðu af hverju berði ekki mér í virðingu þannig að ég húskammaðist mér og þetta hefur setið í mér alveg sem eftir er. Var þetta einhvers konar moment of clarity eins og sumir? Já, út af því að þarna sýndi ég fram á náttúrulega bæði gríðarlega hvað maður að segja bara hroka. Já, þetta er hroki. Já, og óvirðingu, ég veit að maður ég er ungur maður þarna en það afsakaði ekki þessa hegðun. Nei. Þannig að ég fer upp á hótelherbyggju og ég man eftir því að mér leið alveg hryllilega og ég fór síðan niður og ég bað afsökunar á þessu. Af því að ég náttúrulega gat ekki klárað þetta og þetta var bara svona þetta var ekki gott. Nei. En eitthvað sem að ég þurfti bara á að halda. Og þá breyttist viðhorfum mitt gagnvart lífinu svolítið eftir þetta og var svona öðru í sig virðing. Mér skott þú segir þessa sögu og ég tengi mjög við það þegar maður ég og einmitt líka svona fíblasögur að sjálfa mér, hrókasögur að sjálfa mér nákvæmlega þegar ég var 21 árs gamall láta leigubíl bíða fyrir utan veitingastað og vera þar inn í 3-4 klukkutíma bara til að senda einhver skilaboð það að ég er astni þetta hvert. Já, það er bara, maður náttúrulega getur verið þakkláttur fyrir að eiga þessu stund og maður lærir á henni. Já, því ég man eftir, ég ætla alltaf að muna þetta. Ég á svona nokkuð moment þar sem ég segi bara, ég ætla að muna þessa tilfinningu. Já. Ég ætla ekki að gleyma því hvernig mér líður akkurat núna. Já. Það er svona,
Það einmitt þessi augnablik sem óvirkir alkar, svo fyrir nú oft þangað, að þeir þurfa einmitt oft að sækja í botnin sinn í huganum. Alltaf að minna á hvað hann átt að koma. Já, þegar að koma einhverja rangumyndir að hætt þeirra á að hugurinn spillist. Einhverjum hætti. En já, þetta mjög áhugavert og þú myndist, ég tók þér reyndar afsakaðu að ég tók því í aðra átt þegar þú varst að ræða Seðlabanka. Svona er skemmtilegstu samtölu. Einmitt, akkurat, bara út og suður. En hvað varstu lengi í Seðlabankanum og hvað varstu að gera? Ég starfaði þar frá 2015 til 2025 ár. Já. Ég sá myntsafn Seðlabanka Íslands og Þjóðminjasafnsins og ráðinn inn sem myntfræðingur. Og hafði þá lengi haft áhuga á myndinni? Já, við fórum akkurat, við vorum fyrir sögu. Ég var einn af, mér minnir það að verið 60 en ég þóri ekki samt að fara með. Það var alveg tónokkuð margir sem sóttum þetta starf. Það sem ég hafði kannski framfyrir, þó ég hafði ekki verið með námið, en þá var ég með gríðarlega mikla þekkingu á myntfræði. Ég byrjaði að safna þegar ég var, ég gekk í myntsafnarfélagi þegar ég var 11 ára, næst yngsti var 35. Og ég mætti náttúrulega bara með mína skjalatösku og bara fannst þetta alveg stórkostlegt, þannig kemur inn á söguna, halda á pening frá Róm, bara eitthvað sem að Jesus, þetta eitthvað sem að gat haldið á þessum pening. Það náttúrulega rosalegt. Og þannig sá ég, og þetta voru allt saman ævintýri. Þannig ég hafði rosalega mikinn metnað fyrir því að komast í þetta starfa því að safniði gríðarlegt og ofboðslega fallegt, mikla sögu. Og ég tek við góðum vinnum mínum, það er Anton Holt sem að sá myndsafnið á hann ég kom þangað. Og ég var þarna í þessi ár að ljósmyndaskrá og í svona pínlítið rannsóknarvinnu. En að því að ég að þá leiddist ég líka í alls konar inn í Seðlabankanum. Og ég til dæmis tók allar ljósmyndir fyrir Seðlabankan bæði utan að vantaði svolítið síðuna og þannig að dagurinn alltaf skemmtilega að vera fjölbreytni í því. Og þannig að ég sagði þér alltaf já. Dásamlegt fólk sem var að vinna þarna, frábær tími. Ég fekk svolítið á tilfinninguna sem ég fekk líka þegar ég kom inn á Alþingi, það var svona, á ég heima hérna, ég verið svolítið svona, siggi, af því að þarna inni náttúrulega rosalega hátt menntunarstig og fólk sem búið að tileinka sér og ég fann eiginlega svolítið fegurðina í því hjá fólki að ræða við fólk hagfræði sem búið að vera sem lærðu það kannski tóku ykkur 10 ára að taka masterinn og svo bara að vinna það og þau eru alveg svona ég skildi það hvað þau voru heldegin ég bara, þráhyggjan eitthvað sem ég hef alltaf gengið fyrir af því að þráhyggja getur verið bæði góð og hún getur verið líka slæm en þar inni var bara ofboðslega skemmtileg samtöl við fólk sem að hafi bara elskaði starfið sitt. Já, og þú ert enn í þeirri stöðu að skera þig úr það mánuði fyrir kosningar sem að einhvern veginn þú færð þá flugu í kollin eða einhverjir aðrir í kringu þig fá þá flugu í kollin að þú sér þingmannsefni. Já, sagan eiginlega, hún byrjar aðeins fyrr að vísu, þá hafði ég samband við Ingu og var að spyrja hana aðeins út í varandi örkubætur, þá var aðeili sem að mér mjög nátengdur sem var að skoða að fara á örkubætur. Og ég fyrir að lesa með þess til þetta og ég sé að þetta er eitthvað skrítið. Það er ekki verið að taka vel á móti fólki sem að og það er ekki verið að fara vel með fólk. Þannig ég hef sambandið sem Inga Sæland svaraði mig mjög kurteislega, benti mér á eitthvað en síðan síðar þá var ég að gera sjónvarpsþátt, náttúrulega var að gera fyrir alla muni og einn af viðmælandunum í þættunum var Jakob Frímann Magnússon. Ég ætla búin að þekkja Kobba frá því ég var strákur, pappa á. Og við erum eitthvað að tala og það lágu tárun augun á mér, þetta var svo skemmtilegt símtal. En þá einhvern veginn, ég veit ekki af hverju við komist þangað, en ég segi eitthvað við hann í svona rælni og bara flott hvað þið eru að gera í flokki fólksins, þið eru einlægt, það er eitthvað sem ég
tengi mig við þú veist, ég á einhverjum að strák þannig ég var búin að fara í getum allt þetta kerfi sem ofboðslega þungt og ofboðslega erfitt að fá upplýsingar þannig ég trúði Ingu þú veist, hvernig þú veist, bara hún svo Inga en hún alveg dásamlega einlæg að hún að berjast fyrir þá sem að fyrir þeim hóp, bara fyrir því fólki sem er búin að gera frá upphafi. Þú fann skjól og virðingu í hennar rödd. Já, bara þú veist, ég trúði að hún væri ekki að bulla. Þetta væri ekki enn einn pólitíkusinni sem væri bara að fara með fallegar ræðum, þú veist, við þurfum endilega að gera allt fyrir alla, einhvern veginn. En ég talaði sér til Kobbi og Kobbi segi þá líka í ykkur svara já, þú þetta bara að koma þér einhvern veginn í pólitík og ég bara, ok, bara höldum áfram næsta símtal, næsti aðli sem ég var ringi í viðtalið og svo nefnilega gerist það að Kobbi kemur sín í viðtalið og mér minnir það hafi verið sko daginn eftir að ríkisstjórn sprakk þegar Bjarni Bein tilkynnti þá var hann að koma í viðtal og hann mér ekki að koma í viðtal til mín, hann að fara í viðtal til Viktoríu, en ég ákvað að vera við að því mér langaði bara að hitta Kobba, þannig ég ákvað að koma og vera þarna daginn og Kobbi hann í þetta að vera sminkan og ég sagði eitthvað í svona gríni, hvað sér Kobbi, að kom með þér þing og hann segi, já það bara mjög góð hugmynd, Sigurður við verðum bara, ég skal aðeins aðtöku þetta og ég svona þá man eftir því það var svona hóri að hugsa tilbaka, ég hef stundu komið upp í huga minn en samt mjög fjarlægt að fara í stjórnmál af því ég frekar ég ekki opinskátt pólitískur ég hef átt mjög fá samtölu við fólk sem að tala pólitík nema hvað að Kobbi hringir sitt í Ásthildur Lóu sem náttúrulega átviti kjördæmisins og var og segir henni frá mér þá þau svolítið að skoða listan og svolítið mikið panik og reyna að fylla að þetta gerist náttúrulega mjög hratt og ég seti hún eitthvað svona já, ég þarf að skoða það eins og svo oft gerist þú færð alls konar hugmyndir frá fólki og hún eitthvað svona já, ég kíkja á þetta nema að Kobbi hringir í mig og segir ég hef búin að láta Ástu vita hringdu bara í hana ef hún hringir ekki í þig þannig að ég hringi eftir ykkur 2 daga hringi í Ástu og kynni mig og segi henni, þú veist að ef henni vantar eitthvað á listan og þá ég að hugsa þessi sæti sem eru þá frá 11 og niður þú veist, bara að vera með, bara að vera bakkupið af því þarna var ég nýbúin að fá vinnu í byggðasafninu í Reykjanesbæ einmitt þannig að ég var búin að vinna þarna í 4 mánuði eitthvað svolítið nema að Ásthildur segi já, ok, frábært og eins og þetta þú veist, þú færði alls konar þannig að hún segi já, við skulum skoða þetta og eitthvað svona nema að svo daginn eftir þá hún að fara þarf hún að fara til Grindavíkur og ákveður það bara þá mundur þannig að ég ringi kannski í hann og hitt hann bara þetta geti farið og fengið mig eitthvað súp þannig að við hittumst á veitingastæði í Keflavík og áttum það bara mjög gott samtal hún segir við mig að hún sé að leitast eftir ykkur að þetta sé bara svolítið svona 5, ég menn og heldur við sagt 5 til eitthvað 8 eitthvað svoleiðis og ég bara ekki að bara heislega þá get ég strikað það, ég hef ekkert að vera á framboðslista þetta er eitthvað svona bara frábært en svo fann ég mér þetta vera svolítið áhugavert af því að ég vissi alveg hver bara þetta þeirra var og ég hugsa með mér, ok, þú veist, ef ég ætlaði ekkert í pólitík þá er ég alveg til að fara þessa leið þú veist, ég var til að vera með þeim nema það, hún hringir svo í mig daginn eftir og segir viltu annarsætið og ég fæ þessa, eins og ég oft þurft að gera á minni ævi að þá ákvað ég að segja já í staðin fyrir að láta óryggið eða þú veist, þú ert ekki nógu klár til þess að fara inn á Alþingi þú skilur þetta ekki eða, þú veist, við erum öll með innbyggt að maður sér ekki nógu góður það ert ekki nógu einmitt, en þegar þú sagði já. Sástu fyrir þér varaþingmennsku eða þingmennsku? Varaþingmennsku þú veist að ég varamaður og það er allt sem bentið til þess að ég myndi verða varamaður bara með við síðustu kosningar þannig að þú veist ég fer þarna inn og ég segi líka bara við minn vinnuveitanda
að ég ætla að fara í fyrst, já, að ég myndi fara þá í annarsætið, en það, þetta er í vara, þannig ég þyrfti að fá eitthvað tíma til þess að kannski skreppin ef það þyrfti. Þannig að á þessum tíma virkaði þetta ekki eins risastórt skref sem þú varst að taka eins og Nei, en samt, en samt af því þetta er svo fjarlægt að það kemur aftur inn á Sigga sem var inn í skólastofunni sem allir skildu bókina og Siggi var bara ekkert alveg á sæðinu og mér leið svolítið þannig en maður lærir svo lengi sem maður lifir og því meira sem maður lærir því betra og því meira af því sem maður ef ég fæ þann tíma þegar ég kveð þennan heim að bara því minna sem að ég hef sagt ekki þora því betra að sjá ekki eftir ég vildi ég hefði þannig að það hefur verið svolítið svona bara frá því að bara freka ungur, bara alltaf já en þess að það er alltaf að gera mistök eða að sjá eftir, eða bara ég get þetta ekki, en þess að ég hef alveg fengið það Einn vinur minn segir if in doubt, say yes Já, eða var þetta eitthvað óveist það bara alltaf að segja já og svo er það snúningur örlegana að kannski sá aðilið þarna sem hefur mikið með það að segja að þú tekur þetta skref að Jakob Frímann að hann var það ekki þingmaður í síðustu kosningum en þú varst það Já, það var svona, ég hefði nálega viljað vera með koppa með mér en þannig, pólitíkin alltaf bara, það er bara best að lýsa þessu, pólitík er alltaf bara pólitík og það er rosalega margt sem að breytist í pólitík þannig að maður verður einhvern veginn að halda bara sínu striki og ég og Koppi hringdi og skaði mig til hamingju þegar þetta síðan gerist og við Koppi jafn mikill vinur minn í dag eins og fyrir það sko. Já, ég meina Jakob Frímann situr ekki auðum höndum, hann er að Þetta er eitt duglegasti maður sem ég hitt á æðinni. Já, og honum hefur núna bara síðustu mánuði tekist að gera fremja margt stórvirkið sem að við hefum kannski ekki sett til hans ef hann væri í þingmenn sko. Er það ekki líka þannig og það, ég hef oft sagt það líka ef það lokast alltaf einhverjar ég var látið fara í Seðlabankanum og það var bara það var bara ákveðna skipulagsbreytingar og var það þá menntunarskorturinn sama? Nei, það er bara safninu var lokað bara það í raun og veru skipulagsbreyting þetta var ekki verið að nota þannig að en alltaf hræðsla en svo hugsaði ég alltaf það er bara, þau eru alltaf leitt með eitthvað áfram í eitthvað annað eitthvað skemmtilegt og vera bara opinn Mér langar aðeins að breytum tón núna Ásta Lóa þeir eru vinir þeir ekki? Jú Hvað finnst þér hennar mál svo kallað og það að hún skildi sjá sig núna til að segja af sér ráðherraembætti? Sko ég ætla ekki bara best fyrir mig að lýsa því hvernig ég horfði upp á vin minn fara í gegnum þennan prósess og þá ætla ég að nota orð sem að Inga Sæland sagði við mig í eina skipti sem ég hitt hana þegar ég var í kosningabaráttunni með Ásthildi Lóu. Það var þegar Ásthildi Lóu var að kynna mig fyrir Ingu. Inga vildi bara hitta mig því og þá sagði hún við mig það er ástæða fyrir þetta heitir pólitík en þess að pólitíkin er tík og hún sagði farðu varlega þannig að ég í raun og veru sá þessa góðu vinkonu mína fara í gegnum eitthvað sem að er ég ólst upp við gróusugur, lygar gagnvart foreldrum mínum ég heyrði alls konar útfærslur á lífið þeirra og mér finnst baktal sögusagnir og þetta er það eitt af versta sem ég veit og mér fannst Ásthildur Lóa gera þetta alveg ótrúlega vel, eins vel og hún gat umfjöllunum var mjög oft mjög ósanngjörn og ég fann til með henni hún var ótrúlega flott að segja af sér að taka það skref í allir þeirri óreiðu sem var í gangi að setjast niður og segja bara og eins og hún segir sjálf frá þarna ég ætla að gefa
þessu máli sem ég að gangi gegnum, ég ætla að aðskilja það frá ríkisstjórninni og starfinu sem þau eru að gera. En ég ætla ekki að þetta sé tengt saman. Þannig að hversu oft hafa pólitíkusar á Íslandi gert það? Það ekki mörg dæmi að menn hafa sagt af sér. Nei. En ég geti raunum bara lýst þess að þannig hátt. Ég fann alveg ofbærslega til með henni. En hún ótrúlega sterk. Hún kemur núna aftur tilbaka. Hún að náttúrulega fara úr áþurra embættinu og hún verða þingmaður. Hún komin til starfa aftur bara ótrúlega brött. Og hún ætla bara að fara að vinna vinnuna sína. Og mér finnst það eitthvað, þú veist, ofboðslega virðingaverk hvernig hún hefur tekist á við þetta mál frá upphafi eiginlega til enda. En þannig að ég bara rosalega glaður að hún sé bara, þú veist, að fara með mig kjördæmið og sé bara svona farin að koma sér aftur í þennan gír. Það ekkert margir sem hefði getið gert þetta, sko. Nei, og það kannski svolítið klemdri stöðu þar sem að þú ert að vinna þætti sem eru sýndir á RÚV en ein lokaspurning þetta, sko, það margir sem að hafa bent á að svona fréttastofa RÚV sé ekki endilega sá fjölmiðil sem að ætti að ganga fram með þeim vinnubröðum sem að fréttastofan þurfti að biðjast afsökunar á einhverju leyti og svona. Viltu eitthvað tjáði það? Bara svona... Ég held að, sko, nú ætla ég að vera pólitíkus og ég ætla að svara þess á þennan hátt. Ég vona að fréttastofa RÚV hafi lært af þessu. Okay. Út af því að það sáu það flest allir að umfjöllunin, hún var ósanngjörn. Það að segja að þau fóru á langt. Já, en svo aftur á móti líka verður við átök á því að það náttúrulega það umhverfi sem núna í gangi, sem þá ákveðin sem fréttamennska, að það svo mikill asi að vera fyrstur, vera með bestu fyrirsögnuna, stæðustu fyrirsögnuna, mesta klikkbeitið. Að ég held að RÚV ætti aldrei að vera í þeim kappleik. Nei. RÚV á að vera... Þar eru við sammála. Já, þau að vera... RÚV eini fjölmiðlinn hér á landi sem þarf ekki að hafa fjárhagslegar áhyggjur. Nei, hún á að sinna því að vera í miðunni. Og þau að vera með, þar segja, bara eiga að vanda sig. Það geta náttúrulega allir gert mistök, það alltaf hægt að fara á langt. Ég skil að skulu espast upp og allir einhvern veginn alveg á miljón, en þau þurfa að setja sér einhvern veginn svona, að þau eru svo góð í að vera, þú veist, meðan. Og ekki taka þátt í hinnu. Leyfa þá bara því að vera þar, en það þú getur leitað til og þá ertu bara svolítið ekki myndaður og sterkar skoðanir, hvort sem vinstri að hægri. Þetta gallinn við að mæti svona fá viðtöl, að ég þurfti aðeins að fá þitt teik á þetta, þótt þetta sé aðeins Nei, og það sko þó ég sé að gera þætti upp á RÚV og þá mínu samskipti við RÚV náttúrulega bara, þú veist, eru tveir aðalar. Ég hef alveg sterkar skoðun á RÚV. Ég náttúrulega RÚV geymir náttúrulega sögu fjölskyldunum minnar. Náttúrulega safnið þeirra náttúrulega upptökur frá afa og mömmu og pappa og myndbandsupptökur og það rosalega margt sem RÚV gerir sem að fólk í raun og átta sig ekki á hvað mikilvægt starfið. Mér finnst RÚV gera margt rosalega vel. En það bara eins og með allt annað. Allt orkar tvímælist á gertir og ekkert heilagt og við þurfum ekki að henda öll á borðið. Já, og ég væri nú ekki hérna en það samt þetta með að þetta hræðist maður líka svolítið að því þú varst að segja að ég fær ekki mörg viðtöl. Ég frekar fljótur að svara þegar ég viðtölum. En ég þarf að læra að aðeins og það svolítið leiðilegt að þurfa að setja sig ákveðna, þú veist, og þurfa að taka í pásu og hvert þetta og þá ertu að hugsa hvaða leiður átt að fara. En það pólitíkin í grunninn. Að þú ert svona hrædd við að þú segir eitthvað sem þú mátt ekki segja en ég held að það eitthvað sem ég ekkert samt sérstaklega hrifin að maður fari í eitthvað þá leið, sko. Nei, það er svona ólík sín á þetta. Maður hittir stundum stjórnmálafólk sem segir að lykillinn að því að vera góður stjórnmálamaður sé að vera alltaf maður sjálfur, en svo hittir maður líka annað stjórnmálafólk sem segir lykillinn að því að vera góður stjórnmálamaður að vera aldrei. Alls ekki, að vera aldrei, já. Ég held að þetta sé kannski, þetta náttúrulega
þú veist, þú þarf bara hvað ég segja ég held að ég aldrei eftir að breytast í pólitík, ég vonast ég veit ekkert hvað, ég er nýbyrjar í þessu og ég held að ef ég ætti að velja á milli sem að þú varst að segja núna hvort að maður eigi aldrei að vera maður sjálfur eða alltaf vera maður sjálfur þá held ég þessi miklu betur að þú sért alltaf þú sjálfur af því að ég vil vera kosin inn ég vil fá kosningu út af því hver ég er ekki fyrir það hver ég vil að aðrir haldi að ég sé og það að standa með og standa og falla með minni sannfæringu því að inn á Alþingi verð ég að geta það að fyrsta sem ég gerði fyrsta daginn sem ég mætti vinnuna það var að skilja eftir þær skoðanir sem ég var búin að mynda mér á alls konar málum og það var bara meðvitað þú veist, ég ætla núna að fara inn í þessa nefnd og ég verð svolítið að fara að mynda mér skoðun út af því að bæði eru upplýsingarnar eru öðruvísi og þú ert í raun og veru með, þú ert ekki litaður af hvað maður segir samtalinu sem að þú ert kannski búin að koma svolítið inn í og það var mjög gott og ég vil geta skipt skoðun Já þú veist, ég vil geta farið frá því til dæmis að skipt skoðun bóku 35 sem að ég og gerði ég vil skipt skoðun þú veist, á ákveðnum málefnum sem að, en ég vil þá bara útskýra það á hverju það er. Það er að segja að ef að fólk er á móti því að ég hafi, þá verð ég bara að segja, sko ástæðan fyrir því ég kemst að þessari niðurstöðu er út af því og svo get ég það útskýrt það. Og ef að þér finnst að vera, ef það er eitthvað sem þú ert á móti, að þá náttúrulega bara þýðir það að þú ert ekki að skrifa næstu siga. Það er bara, þannig er pólitíkin. En það fylgir í samfæringunum minni. Við erum held ég búinir að ekki sem við skulum samt ekki enda þáttinu bóku 35 þú voru að koma okkur eina spurningu viðbót ég ætlaði bara að nefna það ég held þessi liðin klukkustund síðan þú settst hérna tíminn hefur liðir hraðar heldur en við kannski sáum fyrir en vonandi hefur það leitt til einhvers fyrir hlustendur og áhorfendur ég er allavega mér líður eins og ég þekki því miklu betur heldur en fyrir klukkustund þetta er bara í annað skipti sem við hittumst og ég er að velta því fyrir mér hvort að ég get ekki bara farið að kalla það Sigga það er bara og það er sko það er eitt sem að ég hef lent í svolítið í sko því nú gaf ég út tónlist á tíma þá var ég var kallað Siggi Pálma Sigurður Pálmason eða Sigur Helgi Pálmason þannig að þeir voru að spila mismunandi útastöðar þá voru búin að setja sko fulla nafnið mitt eða stutta nafnið mitt en það sem að ég bið fólk að gera er bara vinir mínir og fólk bara Siggi og ef þú vilt að ég taki alvarlega þá segir Sigur Helgi Pálmarsson en þess að fyrstu viðbröð mín er alltaf snúið með við og sagt að mamma sé ekstra þarna en þess að miður nafnið var notað í þeim tilgangi þannig að ég er alltaf inn á þingi þegar fullt nafnið notað þá er ég alltaf eins og ég sé að ég gert eitthvað af mér þannig að Siggi er flott Ég frýs en þá þegar ef einhver segir Björn Jónas Þorláksson því að miðnafnið mitt Jónas sem að ég nota aldrei það var alltaf ígildi skamma á alvöru en alveg magna hvað það getur sitt í manni En það búið að vera alveg magnað að spjalla við þig Siggi og hérna kæra þakkir fyrir að koma hérna að rauðaborðinu og segja okkur persónusögu þína. Ég efast ekki að það eru margir sem að fá meira út úr því að fá að vita eitthvað innri mann ykkar þingmanna heldur en þetta endalausa stagl sem er oft leikrita skotið og það inn í svokölluðu eldlínu. En er ekki bara búið að vera gaman? Það er dásamlegt, það er bara mjög skemmtilegt. Kæra þakki fyrir komuna. Takk sem leið. Siggi. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með rauðaborðið eftir andartak. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Já, við ætlum að víkja sjónum austur á land. Í dag hefur staðið yfir atkvæðagreiðsla hóps fólks boðun verkfalls í verksmiðju Alcoa, Fjarðaáls á Reyðarfirði. Þetta er búið að vera svona nokkuð langvinn deila og sér ekki fyrir endan á henni. Á línunni er Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir hjá Afli. Sælblessuð Hjördís Þóra. Já, sæl. Núna þegar við erum að tala saman þá er klukkan 9 á mánudagsmorgni.
Mér langar að biðja þig að svona rekja þessa kjaradeilu, hvenær hún hófst, hvað hún snýst og svona reyna að ganga út frá því að hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar þekki ekki málið vel. Já, það þannig að við erum með vinnustaðasamning, það að segja AFL, starfsgreinafélag og Rafiðnaðarsamband Íslands við Alcoa Fjarðaál vegna þeirra félagsmanna sem þar starfa. Þessi samningur var með gildistíma út febrúar á þessu ári. Við hófum viðræður endurnýjun hans í desember og síðan rann hann út í eins og ég sagði febrúarlok. Við höfum á þessu tíma verið í viðræðum við fyrirtækið með nokkuð jöfnum hætti, þó hafa komið tímabil þar sem að vera að hafa legið niðri. Við vísum deilunni til ríkissáttasemjara á vordögum þegar að ljóst var að við myndum ekki ná að klára samning án hans aðstoðar. Já. Það hefur síðan ekki nást þrátt fyrir milligöngu hans og við erum komin í það ferli núna að þrýsta á með atkvæðagreiðslu verkfall sem atkvæðagreiðslun hefst núna klukkan 10 og stendur í viku. Einmitt. Ekki starfsmenn álversins í mörgum stéttarfélögum? Nei, þeir eru aðalega í þessum 2 stéttarfélögum. AFL starfsgreinafélag er svona deildaskipt félag, við erum með framsýslustarsmennina, við erum með iðnaðarmennina, aðra rafiðnaðarmenn. Við erum líka félags sjómanna og verslunarmanna, þannig að við erum svona deildaskipt félag, þannig að langflestir eru hjá okkur. Já. Og hvað ræðir stóran hóp? Það eru 466 á kjörskrá hjá okkur og eitthvað 30 hjá Rafiðnaðarsambandinu, þannig að þetta eru tæpir 500 starfsmenn. Af hve mörgum? Ég veit ekki alveg hvað eru margir fyrir utan. Nei, en þeir eru tiltölulega fá. Einhverju tugir. Já. Þannig að þetta er langsamlega stærsti vinnustaður svæðisins, eða hvað? Já. Og afl svona vinnustaða er náttúrulega stundu kemur fram einhver svona menningarbundin munur á því að vera að semja við íslenska aðila eða erlend stórfyrirtæki. Hefurðu rekið þig á einhvern svona menningarmun í þessari deilu umfram það að þú verður að semja við alíslenskt fyrirtæki? Já, kannski ekki menningarlega mun, en það virðist vera dálítið langur þráður til þeirra sem hafa í raun og veru málið að segja. Já. Við erum auðvitað með starfsmenn úr fyrirtækinu sem eru að semja við okkur, sem eru hinn með við borðið, sem eru í samskiptum við erlenda aðila. Já. Í væntanlega höfuðstöðum eða einhvers konar, já, einhvers slíku. Boðleiðir séu svona stundu full langar. Þær eru alltaf langar okkar mati og við hefum svo sem kvartað yfir því. Já. Það hafa líka komið upp einhverjar væringar þrýsting og eitthvað svoleiðis. Viltu tjá þig það? Kom upp þarna daginn, já, að eftir að við funduðum með félagsmönnum, við héldum 10 fundi með félagsmönnum, svona heyra þeirra afstöðu og heyra hljóði í mönnum og eftir þá fundi fengum við upplýsingar það að það væri verið að þrýsta á þá á hálfu stjórnenda að gefa upplýsingar hvað væri hvað framfæra á þessum fundum og slíkt. En við höfum fengið síðan fullvissu það að það hefur verið tekið á því innan fyrirtækisins. Já. Og þetta voru fundir sem áttu að vera trúnaðar eða hvað? Já, við svo sem báðum ennum að vera ekkert að þetta var bara svona innan hópsins og öðrum kemur það í raun og veru ekki við hvað fer fram á félagsfundum eða fundum í félögunum. Nei, einmitt. Nema að sé einhver ákvörðun það sérstök, sko. Einmitt. Nú eru fleiri álver í eigu erlendra aðila í þessu landi. Er eitthvað sem að greinir að þær samningaviðræður sem verið hafa og hefur strandað á, því það er jú verkfallsboðun sem er yfirvofandi ef atkvæðagreiðsla fer þannig. Er eitthvað sem að er öðruvísi á milli viðsemjenda í þessu máli og ykkar og hvað varðar hinn álverinn?
Já, nú þekki ég það ekki eigin raun, þau eru auðvitað ekki á okkar félagssvæði. Nei. Við höfum hort til þess að fá sambærilegar hækkanir og samið var í Vestmýrum og Grundartanga, en þau endurnýjuðu samninga sína í síðastliðin vetur eða undir vor og við höfum svo sem hort til þess að fá sambærilegar hækkanir inn í þennan samning og viðsemjendur okkar eru á öðru máli og þar er eiginlega það sem strandar á, það er launaliðurinn. Það er launaliðurinn. Það er einhvers konar tenging við vísitölu eða hvernig tengingin er það ekki einhvern veginn þannig? Við erum auðvitað að gera ráð fyrir kjarasamning til margra ára. Já. Og upphafshækkunin er bara umsemjanleg og við erum ekki að tengja hana við vísitölu. Nei. En hin álverin eru með tengingar við vísitölu á næstu 3 árum. Og það er svo sem það sem að við erum líka að tala um. Já. Og að því að það eru auðvitað ákveðin óvissa og við erum auðvitað með fasta samninga á almenna markaðnum. Já. Og sem að geta mögulega opnast ef að forsendur þeirra standast ekki. En við viljum auðvitað tryggja þennan hóp félagsmanna að þeir festist ekki í einhverju öðru launaumhverfi heldur en annað launafólk í landinu. Já. Er þessi hópur ekki mikið til á vöktum? Jú, þetta er blandaður hópur, annars vegar vaktavinnumanna og hins vegar dagvinnumanna. Já. Og stærstur hlutin er vaktavinnumenn en alls ekki allir. Nei. Og það náttúrulega er slítandi í sjálfu sér að vera að vinna á næturnar og svoleiðis, þannig að þið teljið miklu varða að launaumhverfi starfsmanna sé gott og í samræmi við aðstæður. Já, við teljum það vera. Það er auðvitað vitamál að vaktavinna hefur ekki góð áhrif á líkamann. En við erum auðvitað viljum við okkar félagsmanna sem mestan og bestan. Og það er eiginlega bara deila snýst um launahækkanina fyrst og fremst. Já. Bara svona fyrir forvitni sækir, ertu því kunnug hver stór hluti starfsmanna í þessu álveri er fæddur á Íslandi? Það eru ekki kannski nákvæmlega en það eru 180 félagsmenn okkar sýnist mér af þessum hópi, það er tæpi 200 sem eru með erlend nöfn. Já. Það segir náttúrulega ekki endilega alla söguna, en það er allavega stór hluti sem er starfandi þarna inni sem að kemur erlendis frá. Já. Og þekkir kannski ekki vel samningin eða íslenskt umhverfi. Nei. Ég held að það sé kannski það sem að strandar svolítið á hjá þeim sem semja við okkur að ef það eru erlendir aðilar sem stjórna viðræðunum að þeir þekkja kannski ekki íslenska umhverfið og íslenska efnahagslífið. Einmitt. Ekki með sama hætt og við. Akkurat. Þetta minnir mig líka á sögu sem að leiðsögumaður sagði mér daginn að hann var að ræða ferðaþjónustu og hann kom á stað á Suðurlandi þar sem fólkið í ferðaþjónustunni var alltaf erlendu bergi brotið, það gerði ekkert annað en að vinna, það bjó einhverjum gámum, það hefði engan tíma til þess að gera neitt annað en að vinna yfir sumarið. Hann gaf sig á tal við starfsmann og spurði hvort þetta væri ekki alveg voðalegt og hann svaraði besta vinna sem ég hef unnið. Þá átti hann við það að launin væru mjög góð miðað við það sem hann væri vanur að gera og þetta leiðsögumaðurinn sagði þessa sögu til þess að benda okkur á að allt snýst samanburð, þetta er allt afstætt. Sumir hafa einmitt lýst áhyggjum af því að ef verkalýðsfélög standa ekki fast í lappirnar og ef það er ekki svona ákveðin samstaða þessi mál þá gæti svo farið að þessar mannmörgu verksmiðjur Íslands verið að langmestu leyti bara mannaðar fólki sem kemur að utan og hefur annað sjónarhorn á málin heldur en við sem fæðumst hér. Hvað segir þetta? Já, ég auðvitað kannski veit ekki alveg, þessi starfsmenn sem þarna starfa núna, það er langur aðdragandi, þjálfun og annað sem að
í gangi áður en menn fara að starfa, þannig að ég held að þeir séu ekkit endilega nýkomnir til starfa, þeir sem að þarna starfa og þó þeir séu með erlend nöfn. Þannig að vonandi eru þeir komnir inn í þetta íslenska kerfi og þeir eru auðvitað að vinna sambærilega vinnutíma og aðrir og þannig ég hef engar upplýsingar annað en að þeir séu bara að vinna sama vinnutíma og aðrir starfsmenn og hafi þá tíma til þess að kynna sér aðstæður og vonandi samningin líka. Já, spurningin að það myndi gera viðhorfskönnun á meðal starfsmanna eftir í hvort þau eru fæddir í Íslandi eða ekki, hvort ánægja starfsmanna sem koma hingað sérstaklega inn til landsins til þess að vinna störfin svo þetta yrði meiri heldur en hérna innfluttu, það hefur kannski verið innfæddu, það hefur kannski verið gert. Við höfum gert viðhorfskannanir með félagsmenn okkar á hverju ári. Já. Og þar eru við að horfa til launa og vinnutíma og ánægju með störfa og viðhorftu félagsins og fleira. Við höfum kannski ekki greint það endilega á milli þjóðerna hver niðurstaðan sé en Varða hefur verið að gera slíkar kannanir og gerði við það mikla könnun á held ég síðasta ári. Og hvernig voru niðurstöður? Ég man það nú ekki þannig ég get fara að rekja þar hér. En það kom í ljós svona aðstæður erlendra félagsmanna okkar voru oft mjög slæmar. Já, það er nefnilega það. Á þess að ég sé endilega tengja það inn á þennan vinnustað. Nei. Ég vænti þess að þeir búi við sömu aðstæður og aðrir. Einmitt. Og það er ekkert víst að sagan sem ég sagði áðan sín einn dæmisaga að hún vísi neitt út fyrir sig bara sem maður haldi þín út til haga. Já, hún er náttúrulega úr ferðaþjónustunni og við þekkjum svolítið til hennar líka. Já, en þetta er langstærsti vinnustaðurinn, það eru sennilega tugir undirverktaka, allt atvinnulíf meir og minna, nei, þetta er það allt og mikið sagt en það er gríðarlega stór hluti af atvinnulífinu í þínu héraði sem að snýst þennan vinnustað, ekki satt? Jú, það eru til viðbótar við þessa starfsmenn sem vinna og eru á launaskrá hjá Alko og þá eru einhverju tugir af starfsmennum sem vinna hjá þeim undirverktökum sem starfa þarna inni. Og þeir eru ekki undir þessum samningi. Nei. En maður er svona veltað fyrir sér ef verkfall yrði samþykkt, ef ég skilda rétt þá, hvenær liggja fyrir niðurstöður úr atkvæðagreiðslunni? Næsta mánudag. Það stendur yfir í viku. Eftir viku. Atkvæðagreiðslan, já. Þannig að niðurstaðan liggur fyrir eftir viku. Og ég held ég hafi lesið einhverstaðar ef verkfallsboðun verður samþykkt hefst verkfall klukkan 00:01 einni mínútu eftir miðnætti 25. mars 2026 og verður ótímabundið. Já, það er þannig í þessum vinnustaðasamningi að við erum mjög takmarkað heimild til verkfallsboðunar og það er 6 mánaða ferli frá því að verkfall hefur verið samþykkt þangað til að kemur til framkvæmda. Og eftir þessar 6 mánuði þá fyrst byrjar niðurkeyrslan, að slökkva kerjum og þetta er auðvitað heilmikið mál og slíkt ferli tæki alltaf 3 mánuði. Þannig að þetta er ekki að gerast alveg á morgun? Nei, þetta er ekki að gerast alveg á morgun en við erum kannski bend á það líka, við erum búin að vera 9 mánuði í þessu viðræðum. Eins og þú listir á hann. Og eyðilegging verðmæta er náttúrulega alveg svakaleg þegar ræðir svona framleiðslu. Þannig að þið ættu að vera þrýstiafl í þessu, ekki satt? Jú. Ég er aðeins að skoða kosninguna hérna. Þið væntanlega vonist eftir góðri þáttöku. Félagsmenn eiga að skrá sig inn í kosningunum með rafrænum skilríkjum og hún fer fram á íslensku, ensku og pólsku og það eru tungumálastillingar þannig að þarna á að vera jafnræði. Já, við væntum þess, já. Og það var núna þessi kosning, hún byggir á samþykkt trúnaðarráðs fyrir helgi. Já, það var samþykkt trúnaðarráð, samþykkir að láta fara fram þess atkvæðagreiðslu, það fundur á 50 daginn hjá okkur og miðvikudaginn hjá Rafiðnaðarsambandinu. Þannig að það er búið að fara í gegnum hefðbundi ferli hjá báðum félagunum. Já.
Hvað getur þú sagt okkur, hvað tekist á svona háar fjárhæðir í þessu samhengi núna? Ég ætla ekki að fara að ræða tölur hér, við ræðum það við samningaborðið. Já, en þetta þú nefndir áðan launaleiðin, við erum bara að tala deilu tölur, við erum ekki að tala breyting á vinnutíma eða svoleiðis eða eitthvað. Nei, við erum ekki að tala breyting á vinnutíma. Það er reyndar þarna einn dagur sem var með sama hætti, 1-2 dagar sem sami var á Vestmiðunum á Grundartanga, sem þeir kalla útréttingadaga og þeir eru upp á borði hjá okkur líka. Einmitt. Býrðu yfir upplýsingum eða ertu fús til þess að upplýsa meðal laun sem ófaglærðs starfsmanns hjá Alcoa? Ég er ekki tilbúin að ræða það hér, ég hef ekki kynnt mér málið til að ræða það opinberlega. Það sem að hefur kannski svolítið staðið í viðsemjendum okkar, það er akkúrat launatablan. Hún er dálítið víð og við höfum svona í gegnum tíðina verið að menn eru svolítið að trappa sig upp í launum vegna hæfni og starfsaldurs og síðan bara okkur gæfa til þess fyrir einhverjum samningum síðan að semja stóriðjuskóla. Þar sem að starfsmenn hafa tök á að mennta sig í þessu fagi og hann er í 2 þrepum og það nám gefur launahækkanir. Þannig að þar að leiðandi er tablan svolítið víð. Einhvern tíma var rætt að kennarastéttin við háskólann á Akureyri þegar hann var nýstofnaður, þeir voru kallaðir flugkennararnir því að það voru svo margir búsettir í Reykjavík og flug á milli. Ertu með tölur yfir það hvort það er mikið að fólk búi annar staðar utan Austurlands eða eru langflestir starfsmenn þarna búsettir á Austurlandi? Það eru langflestir starfsmenn búsettir á Austurlandi og ég hef ekki tölur yfir þá hvort það eru margir sem að mögulega búa annar staðar, það eru mögulega einhverjir sem búa á Norðurlandi og nei, ég hef ekki tölur yfir það en þetta svæði er auðvitað nokkuð stórt. Það eru áætlunarferðir frá, ég held alveg Breiðdalsvík og Seyðisfirði og Héraðið sem fyrir starfsmenn sem að þarna starfa. Þannig að þetta svæði er náttúrulega gríðarlega stórt og segir þá líka að það er nokkuð langt að sækja í vinnuna fyrir stóran hóp starfsmanna. Hefur vinnustaðurinn komið á móts við starfsmenn sem eru greiddir samgöngustyrkir ef þú býrð steinsnar frá verksmiðjunni? Það eru áætlunarferðir á vegum fyrirtækisins sem að fyrir starfsmenn til þess að koma og fara í vinnu frá þessum stöðum. Og það er skráðin í kjarasamningin, ég man ekki hvort ef það eru fleiri en 5 þá eru rútur, já. Ég skil. Af því ég er ættaður á Mývatnssveit og þekki vel til þar, þá veit ég að þaðan hefur fólk á einhverjum tíma sótt störð þarna, þannig að ég var forvitin. En er það líka staðreind að starfsmönnum finnist að þegar vel gengur í rekstrinum að þá njóti þeir einhvers ábata, svona eins og þekkt lykilstjórnendur toppa stórfyrirtæki á svo framvegis? Já, hluti af launakerfinu er svokallað frammistöðuávinningur og sem að gefur starfsmönnum ávinning ef vel gengur og hann er samansettur úr mjög mörgum þáttum. Og í síðustu samningum 21 var hluti af þessum ávinningi tekin inn í launin. Eftir standa það bil 5% sem er sagt, viðmið eða markmið ávinningsins eins og hann er í dag og hann er að sveiflast svona eitthvað aðeins upp á við og niður á við líka þá. Og er þetta kerfi, er það einhver leyti staðlað eða líkt á milli þessara vinnustöða, annara álvera? Það er ég ekki viss og ég þekki það ekki. Nei, einmitt. En það sem er verið að taka tillit til getur breyst
og hérna þannig að sko hann byggir á mörgum þáttum. Einmitt. Heyrðu, hérna Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, það búið að vera fróðlegt að spjalla við þig. Hver eru svona skilaboðin til félagsmanna? Það hefur komið fram að atkvæðagreiðslan taki viku. Já, skilaboð til félagsmanna eru þetta fyrst og fremst að taka þátt í hérna atkvæðagreiðslunni sem að fer á stað eftir, rúman hálftíma og sína þar með afstöðu sína og styrkja, auðvitað þarf að styrkja samninganefndina, við erum með 19 manna samninganefnd sem að starfsmenn kusu, auk þess eru starfsmenn hér frá félagunum og hérna þeir eru auðvitað, starfsmenn eru auðvitað bakhjarl þessara nefndar og við erum að tala þeirra kjör þannig að við erum að leita eftir liðsinni félagsmanna í þessari deilu, þannig að við vantum þessu auðvitað að félagsmenn samþykki verkfall. Já. Hvað myndirðu vilja sjá góða þáttöku? Já, ég vil alltaf sjá góða þáttöku í öllum atkvæðagreiðslum sem við förum í og það er það sama núna. Ég ætla ekki að nefna neina tölur væntingar en ég hef væntingar til þess að við fáum góða þáttöku. Með stemmingun á fundunum sem við héldum að þá hef ég ástæðu til þess. Já, svona rétt í lokinn, finnst þér líklegra en ella sem sagt að verkfall verði samþykkt? Já. Já, einmitt. Þannig að það eru mögulega stór tíðindi í kortunum. En Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir, hjá Afli, kæra þakkir fyrir spjallið og bestu kveðjur Austurland. Takk fyrir það. Ekki fara langt eftir andartak heldur rauðaborðið áfram. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Rannsóknir að hefjast á því sem við getum kallað friðaraktivisma hér á landi, þar að segja. Guðrún Sif Friðriksdóttir, doktor í mannfræði og starfar í Reykjavíkurakademíunni, stendur að henni. Hún hefur lengi búið í Afríku og er forvitin andóf almennings. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Hér að rauða borðinu. Við erum svolítið hrifin af svona valdeflingu einstaklingarna og höfum svolítið svona verið einn rauður þráður í okkar dagskrárgerð. Þannig að það er vel við hæfi að fá þig hér að þessu rauða borði. Ég sagði að þú hefðir lengi búið í Afríku. Hvað varst að gera þar? Já, ég byrjaði þar á vegum Sameinuðu þjóðanna fyrir langa árs 2007. Flutti ég fyrst til Líberíu og var þá að vinna hjá UN Women sem hétt UNIFEM þá. Og það er svona mín fyrstu kynni sko að friði og friðar hugmyndum. Það var náttúrulega mikið friðar uppbygging í gangi þarna eftir ég kom. Ég kom 4 árum eftir lok borgarastyrjaldar og það er ennþá mjög mikil friðar uppbygging að vinna í gangi. Og þá uppgötaði ég hafði mikinn áhuga á þessu konsepti, sko, friður og hvernig byggjum við frið, ekki bara að hætta að skjóta, heldur einhvern veginn að byggja varanlegan frið. Svo eftir Líberíu fór ég til Suður-Súdan, líka hjá UN Women í 1,5 ár. Svo fór ég reyndar aðeins til Asíu, til Laos, og það var einnig UN Women og þá var ég komin svolítið þreytt á Sameinuðu þjóðunum og langaði, hugmyndin var að gefa sjálfur mér svona tækifæri til þess að fara aðeins dýpra í að pæla í einmitt friðaruppbyggingu. Og þá tók ég það sem átti að vera bara svona break frá Sameinuðu þjóðunum og kom heim í doktorsnám í mannfræði sem kom mér svo til Burundi þar sem ég gerði doktorsrannsókn mína. Ég var svona svolítið stund að ákveða hvaða vinkil ég ætla að taka. Ég vissi að það var eitthvað friðaruppbygging. Ég var náttúrulega búin að vera að vinja með kynjavinkilinn í starfi hérna á Sameinuðu þjóðum í einhver 5-6 ár. Og svo datt svo niður á það að skoða karlana.
og karlmennsku hugmyndir. Þannig að doktorsritgerð mín var fyrrverandi hermenn í Burundi og þeirra karlmennsku hugmyndir og hvernig þeim gengi að aðlagast nýju samfélagi sem borgarar eftir að hafa verið hermenn. Þannig að ég var í Burundi í 1 ár tæft að safna gögnum. Hvernig gekk þeim að aðlagast breyttum tíma? Sko, það er auðvitað meira en að segja það að fara að breytast, en ég komst að því þegar ég kom til Burundi, þá var ég búin að eyða heilu ári af æviminni að lesa bara eitthvað svona karlmennsku hugmyndir og stríð, og sá litteratúr mjög mikið byggður á rannsóknum í Bandaríkjunum og Bretlandi, það sem bara allt annar veruleiki, það sem að þessi stóru herir þurfa einhvern veginn að nota eitthvað til þess að draga unga karlmenn að og selja einhverja svona ímynd af sanna karlmanninum. Það átti bara ekkert við í Burundi, þannig að þetta var svolítið óþægilegt að koma á svæðið og svona, ekkert að því sem ég lesa passar þessa menn. Það er ekki þess eins og ég átti vona sko einhver svona glötun karlmennskunnar að hafa ekki vopn lengur. Á móti koma það talið mikið sko, þeir hafa glatað mjög mikilvægum árum þar sem þeir hættu í námi og áttu bara mjög erfitt með að fóta sig í mjög fátæku landi með mjög fá tækifæri og það kom miklu sterkar fram sko, þeir kendu stríðinu og sínu viðveru sínu þáttöku í stríðinu hvað þau væru fátækir ennþá eða hvað þau hefðu ekki Og hafðu þeir ekki haft val herskyldu eða? Nei, þetta var sko þeir völdu það sjálfir að taka þátt en þeir eru flesti kannski 17 ára mjög ungir og sko í Burundi var 13 ára borgarastyrjöld það voru mjög fáir sem höfðu tekið þátt allan tíman þannig að þá er maður líka komin út í allt aðrar ástæður á hverju fólk ákveður að taka þátt það er kannski búið að ráðast á þorpið manns einhver nákominn drepinn, þetta er ekki þessi kynjaða hugmynd átti ekkert við og svo auðvitað voru náttúrulega bara færri tækifæri af því það var stríð það var ekki bara það að þeir væri að fara úr námi heldur bara var erfitt að halda uppi skólakerfinu á sömu stöðum þannig að það kom miklu sterkar fram sko bara að hvað stríðið stál frá þeim tækifærum eins og þeir litu á það, eins og þeir sögðu frá því til þess að eiga svo gott líf núna sem ungir fullorðnir karlmenn þegar þau voru að leita því að gifta sig vegna börn og verða sá sem sá fyrir fjölskyldunni sem svona það allra mikilvægasta í burundískri karlmennsku að vera sá sem getur séð fyrir fjölskyldunni. Það skiptir mestu máli. Já. Og ekki ákall þáttöku kvenna á atvinnumarkaði? Það sem þú varst? Nei, og svo það sem í svona fátæku landi, sko, þá atvinnumarkaðurinn svo óbærslega lítill, þessu formlegi. Þannig að fólk miklu frekar að reyna að búa sér til einhverja vinnur, þú veist, bara frá því að vera að selja grænmeti og ávexti yfir í, þú veist, allt svona leigubílakerfið, það bara búið til það hvort sem það eru þá fólk sem á bíla eða mótorhjól eða hjól, svona algjört stéttakerfi í skilur hvaða samgöngur þú átt eða hefur aðgengi að. Já, þannig að það er svona verið að reyna alltaf að búa til eitthvað, af því það eiginlega bara algjörlega sénslaust að komast inn á þennan pínulitla formlega markað. Og þessar hugmyndir, sko, ég hef sjálfur setið einhver námskeið í kynjafræðum og svoleiðis og ég held að ég geti tekið undir með að litteratúrun töluvert mikið bandarískur og svona vestræn. Erum við að einhverju leyti kannski búin að ofur einfalda flókin veruleika með? Já, ég meina það náttúrulega ýmislegt sem á við, en þetta bara passaði einhvern veginn engan veginn. Það bara miklu stærri hlutir sem koma inn, en það svona mjög típist samt
kynjakerfið í Burundi og það bara þetta, karlinn á að fá vinnu og sjá og það samt fullt að í efri millistéttin eru konur alveg á vinnumarkaði og hérna rannsóknir sem ég að klára núna sem eru svona efri stétta Burundibúar sem hafa þurft að flýja og eru í Evrópu, þar eru öll pörin bæði konan og kallinn með háskólamenntun og voru bæði á atvinnumarkaði. En það bara svo rosa mismunandi sko eftir stéttastöðu hvernig þetta kemur inn. En þau tala líka það efri stétta konurnar að þær tóku eftir því hvað köllunum fannst erfitt að koma til Evrópu og hafa ekki vinnu. Og þær voru náttúrulega missa sína vinnu líka en þú veist, það sést líka á efri stéttamönnunum hvað það hafði mikil áhrif og það eru svona sumar segja það grínir bara ég bað til Guðs að hann fengi vinnu undan mér svo geti ég að fara á vinnumarkaðinn þannig þetta rosa sterkt sko kallinn á að sjá sína og já, þeir fundu mjög mikið fyrir því fyrir undarhermennir ef þeir gátu það ekki. Þegar eru mótmæli í gangi í Afríku núna gegn margir tala aukinn fasisma í heiminum og kerfin okkar séu að reiða til falls og það mikið talað Bandaríkin, við erum með Putin við erum með svona háskalegri tíma að mörgum finnst. Hvernig svona auðvitað Afríka margir heimar en það sem að þú þekkir til hérna hefur fólk færi á að mótmæla? Sko, já, heimur versnandi fyrr, líka í Afríku og nú sko eitt af síðasta sem ég var að taka þátt í að skrifa var kafli í bók mótmæli í Afríku og ég tók þátt í að skrifa kaflan Burundi og þetta var svona þetta samt allt mótmæli sem eru búin sko, þannig við getum skoðað þau eftir á og þetta svona eiginlega aðeins eftir arabíska vorið þegar var ennþá hægt að halda arabíska vorið hefði komið einhvern skila og þá voru að koma alltaf mikið fram svona stóra hreyfingar í mismunandi afrískum löndum á friðsamlegum mótmælum og í 2015 voru þið í Burundi og þetta nú man ekki hver margir kaflar í þessar bók en þetta út alla heimsálfum svona þetta sem að svona fólk hélt kannski á þessum tíma að yrði afríska vorið. Það dó nú ennþá hraðar heldur en það varð aldrei neitt og við svona skoðum það og það verður ritstjórinn að taka það saman hvað hægt að segja þetta tímabil í Afríku en það var mikil bjartsýni og hún var bara niður mjög fljótt og við erum ekki að sjá þetta jafn mikið núna síðustu 5 árin þannig að það og sko bara ég þekki náttúrulega Burundi best það mótmælin þar sem voru bara niður 2015 leitu bara til meiri einræðis tilburða og bara mun erfiðara lands núna heldur en fyrir 10 árum og þetta það sem við erum að sjá bara því miður á mörgum stöðum. Já. Lýðræðið sem vesen, við höfum svolítið fengið að heyra þessa mönduru frá mörgum þjóðhöfðingum, fleiri núna síðustu ár. Að þessi sterki bara einvaldur sem að hafi mikil ítök og geti hrundið hlutum hratt á stað og hann sé lausnin við vanda samtímans. Já, almenningur virðist sjá það öðruvísi á mörgum stöðum og þetta svona þetta kannski það sem Afríka hafði yfir aðrar heimsálfur, það var mikill áhugi almennings á lýðræði, þetta var svona nýtt fyrir fólki, bara tiltölulega stutt síðan löndin fengu sjálfstæði og svona en elíturnar sem hafa tekið við í langflestum löndum ekki haft áhugan en það ennþá þú veist, og það sem mér finnst mjög áhugavert að sjá með það sem ég myndi mjög gjarnan vilja væri næsta verkefni eða einhvern tímann í framtíðinni sko að sjá til dæmis burundískt flóttafólk sem hefur þurft að flýja vegna starfa sinna en heldur áfram þeim störfum. Þannig að ég með smá hóp í Belgíu af fyrrverandi stjórnarandstæðu
fólki, blaðamönnum og svona grasrótar samtökafólki sem að reyna að halda áfram að segja fréttir, að halda uppi einhverju andstöðu þó að sé úr annar heimsálfu, að segja frá mannréttindabrotunum. Þannig að það sem ég sé frá þessu landi sem ég hef fókusað mest á, og það rosalega segla í fólkinu. Já. Það en bara mjög erfiðar aðstæður. Já. Og þær verða bara erfiðari. Þú minnist á blaðamennina, við verðum hér vitni að meiri slátur en blaðamanna á Gaza heldur en bara margra áratuga skeið og stundum finnst manni bara eins og heimurinn sé að yppa öxlum. Já, það bara ótrúlegt að eftir næstu 2 ár séum við ennþá að horfa upp á þetta. Þetta eiginlega bara surrealist. Og þess vegna kannski hef ég beint sjónunum mínu akademist að þeim sem eru að reyna að gera það litla, sem beina sjónunum í þeim sem hafa minnstu völdin, sem bara almenningur, og svona fyrir þá sem að reyna að gera það litla sem þið geta til þess að snúa þessu við. Já, og við getum sett yfir reglífina andof almennings eins og ég nefndi áðan. Já, það svona já, það eitt af því sem ég hef svona kannski mestan áhuga á. Ég náttúrulega sem mannfræðingur hef ég áhuga á einstaklingum fólki og tengslum fólks við stofnanir, en bara svona hvað hvetur fólk til þess að gera það sem það gerir. Já, og rannsóknar aðferðir mannfræðinga, þetta eru djúpviðtöl? Já, sko hingað til, það var náttúrulega bara aðalega í doktorsnámi sem að fær að vera í langan tíma, og ég var í 1 ár í Burundi og bara hékk með fólki sem mjög skemmtilegt, og þannig að fær svo mikið út úr óformlegum samskiptum. Núna síðast í Belgíu þá bara fór ég oft og talaði saman fólkið aftur og aftur yfir 2 ára tímabil. En núna í nýjustu rannsóknum þá er það bara mjög stuttur tími sem ég hef, eða þú veist fjármagnið sem ég fekk. Ég myndi mjög gjarnan vilja bara fá 3 ár og hanga með fólki sem er að stjórna samtökum og bæði félagslega og þegar þau eru skipuleggja sig, en tíminn leyfir það ekki alveg, þannig að þetta verður viðtöl. En sem er allt í lagi, fullt af fólki sem gerir mjög góða rannsóknir bara á viðtölum. Ég held þú hafur orðað þannig áðan að þú hafi gefist upp á Sameinuðu þjóðunum, er eitthvað sagbak við það, eða var þetta bara svona orðalag? Nei, sko það er svolítið erfitt að koma hlutum í gegn. Reyndar var ég, þú veist, hjá UN Women er það auðveldar að því það er svo pínu lítil samtök og þar með styttra upp til New York þar sem ákvarðanir eru teknar. Meira bákna stærri samtökum, en þá svona ég var búin að fara milli 3 landa í sama málaflokk eða líkum málaflokkum, og það er alltaf bara stutt verkefni og maður þarf bara að vera með lausnina svona og þá grípur hana bara það sem hefur verið gert annar staðar, og þú veist, þetta er svolítið ekki mjög mannfræðilegt að pæla ekki nákvæmlega í hvað er það þarna sem að þér fannst það var ekki farið nægilega á dýftina. Já, og það er bara einhvern veginn hvernig þetta er sett upp, ekki að það sé eitthvað að fólki sem vinnur hjá Sameinuðu þjóðunum eða svoleiðis, en þannig ég var svona, við erum alltaf svona að gefa okkur það að X sé vandamálið, alveg svo við gáfum okkur það í annari heimsálfu að X væri vandamálið, og við þyrftum einhvern veginn að glíma við það. Já, þannig þetta átti að vera svona fyrir mig bara, nú langar mig að fá að virkilega pæla í X. Já, einmitt. Nú við getum kannski litið á þetta sem innganga umræðefninu, en ásakaðu, en sem sagt, þá langar mig að leiða talið af því, við skulum fara hingað heim núna til Íslands. Og mér langar að leiða talið kannski upp af því að við höfum gert hér slatta þáttum þar sem við ræðum að því margir hafa talið aukið lögregluofbeldi gegn mótmælendum og kannski ekkert alltof jákvætt viðhorf gegn mótmælendum og svona
hvað afleiðingar það getur haft fyrir fólk að mótmæla og stöðu aktivista og allt það og þess vegna held ég að rannsóknin þín sem að þú ert að hefja núna gæti verið mjög áhugavert innlegg því að sumir mótmælendur sem segja þá sögu sem hafa komið hingað að þeir verði varir við aukna hörku en á sama tíma, þetta ákveðin klemma því á sama tíma þá held ég að flest samfélög átti sig á mikilvægi þess að við getum andæft og rödd okkar heyrist og við getum haldið fundi og útifundi sem og aðra fundi en bara svona rétt bara þessum punkti með hörkuna hefur þú einhverja tilfinningu fyrir því hvort þetta staðreind hér á landi? Nei, ég held að náttúrulega bara ef mótmælendin sem eru mest í að taka þátt og í aktivismum segja það, þá bara það þannig. Það sem og bara eins og þú ert búin að segja, það eitthvað sem ber að taka bara mjög alvarlega og, fyrir okkar lýðræði að megi ekki andmæla og mótmæla og við múum fara aðeins aftur það sem ég hef verið að hugsa því að ég var ennþá í Svíþjóð í Uppsala í október 2023 og byrjaði bara að mæti mótmælagöngur þar og hef svona smá reynslu þá verið í Uppsala og svo í Reykjavík og ég tók strax eftir mun þegar ég kom heim og þá byrjaði alls svona akademiskar rannsóknarverkefni hugmyndir að koma upp. Það sem sló mig í október 2023 í Uppsala, við mætti fyrstu mótmælin þar, eða samstöðugöngum með Palestínu, var hvar hvíta fólkið. Það var bara hálfsjokkerandi. Það hefur verið að breytast og það hefur margt verið að breytast í Svíþjóð. Svo kom ég heim haustið 24 og tók þátt í göngum hér og jú, fyrsta skipti sem ég sá lögregluofbeldi var hér, en það var líka fyrsta skipti sem ég sá rauðri málingur slett á bandaríska sendiráðið og verið að gera hluti hér sem ég myndi aldrei nokkuð tíman sjá í Uppsala. Þannig að og þá fór maður bara að hugsa, já, þau sem eru í Uppsala allavega og örugglega mörgum stöðum öðrum á Svíþjóð eru bara í miklu viðkvæmri stöðu gagnvart ríkinu heldur en allavega svona hvítir mótmælendur hér á Íslandi og þannig að það sem ég séð bara, og þetta ekki rannsókn annað en bara mín þáttaka að það allavega aðeins fólk leifir sér aðeins meira hér að sína aðeins meira að svona pota í heldur en að bara lappa friðsamlega eins og fannst ég rosalega mikið passa sig. Já, þannig að þá fer ég að hugsa ef við ætlum að alhafa aukið ofbeldi lögreglu gagnvart mótmælendum hér á landi þá þurfum við líka að skoða hvort aðferðin mótmælendana eru meiri ögrun heldur en hefur verið. Já, og ég er ekki að fara að réttlæta ofbeldi lögreglu en það fyrir mér, jú það var sjokkerandi því ég hef ekki verið mikið í svona mótmælum rauninni fyrir nema síðustu 2 árin þannig ég var mjög sjokkeruð að sjá lögregluofbeldi í fyrsta skipti en það var líka einhvern veginn svona smá frelsun að sjá það vera ítt meir og líka, og svo fór ég að pæla líka í bara hvað sagt að þú veist, þegar verið að telja á ensku 8, 9, 11, 12 USA go fuck yourself, ég bara, þetta mætti maður aldrei segja og við var þetta var náttúrulega frekar lítið í Uppsala og við vorum með dóttur mína í kerru þarna fyrst og eiginlega þannig vorum alltaf aftast maður svona farin að nikka það var svona, sérstaklega gamall maður með staf af arabískum ættum og ég tók eftir því hann sagði ekki einu sinni from the river to the sea hann sagði alltaf þá þú veist bara að þú er ekki að segja það í byrjun og hvað þá mikilvægt að hafa aðra mótmælendur sem íta hvað má segja hvað er öruggt fyrir fólk með brúna húð að segja það var svolítið fallegt augnablik hérna daginn þegar kom lögga hérna og Fjölnir Sæmundsson held ég að segja, nei ég man ekki hversun Fjölnir hjá Landssambandi lögreglumanna og það var þegar hérna löggan var að fara að taka þátt í þjóðarfundinum gegn þjóðarmorði og hann saði einmitt í spjalli hér við Rauðaborðið í einhverjum þætti að
var eitthvað að tala sko nafngreindi nokkra einstaklinga sem hafa verið svona leiðandi meðal andófsmanna eða hvað maður segja, mótmælenda og honum fannst það fallegt og mörgum öðrum fannst það fallegt að þarna voru þeir komnir í sama liðið, mótmælendur og löggan á þessum fundi og töluðu einni röddu. Þannig að hérna bara svona rétt að benda á það ég held að það hafi lagt inn kannski betri menningu, betra andrúm til næstu mótmæla hver sem þau verða að þessir ólíku hópar. Já, vonandi. Ég tók mitt eftir þessu líka, ég rendi við listanum bara, vá, flott hjá löggunni. Já, en hérna við erum að tala um lýðræði, við erum að tala um andóf, við erum að tala um mátt einstaklingana til þess að andæfa. Sumir eru svo markaðslega sinnaðir, þeir kalkulera alltaf mögulegt tap af þáttöku í einhverju sem að kannski eru blendin við þorgagvart og getum við ekki verið sammála um að þáttaka í útifundi á meðal mótmælanda er umdelt framtak hjá flestum þjóðum eða hvað? Já, er það þannig? Ég veit það ekki. Ég er að vona að segja ekki. Það fyrir svona eftir hvaða hópum maður er í. En sko að því þú kemur inn á þetta er náttúrulega þetta er bara tími sem það hefur getað eitt í annað. Orka, rosa orka sem fer í svona að vera alltaf að hugsa erfiða hluti og hvernig að reyna að gera eitthvað og sko við erum með einhver svona nýfrjálsinga hugmyndum bara litlar líkur á þetta skipti mjög miklu máli strax eða þú veist, það er og það er svona eins og þannig það sem ég hef áhuga á að tala bara þess að því að fólk er ekki að fara að enda þjóðamorð í Palestínu með því að mæta. Það þarf rosa margir að gera rosa mikið. Það er að treysta á mjög marga aðra að gera aðra hluti á sama tíma. Þannig að hvað fær einstaklingin til að segja, jú, ég ætla að eyða mínum tíma í þetta. Kannski sama hvað kemur út í því. Þetta er svolítið gegn einhverju nýfrjálshyggju. Þetta er eitthvað annað. Og það er svona veiku forvitni mína. Þó Það sem ég er að segja er kannski það að það skiptir kannski í huga margra einhverju máli hverju þú ert að mótmæla og gegn hverjum og ég held að ég sér þú þekkir náttúrulega vel hugtakið ritskoðun og við getum líka sjálfsritskoðun og við getum farið að ræða framkomu ritskoðun að ég held sko þú varst nú nefna áður við byrjuðum að spjalla þá varst að nefna þarna bók sem ég skrifaði um spillingu og hérna ein af niðurstöðum úr þeirri bók er að svona margir Íslendingar vegi og meti stöðu sína markaðslega eða afkomulega áður en þeir ákveða að grípa til máls einhvers staðar, taka til máls einhvers staðar að þögnin og það að fara varlega og sigla undir radar sé hérna svolítið íslenska leiðin en það er kannski eitthvað sem að rannsóknin þín einmitt gæti orðið innlegum. Já, ég held líka að þetta er náttúrulega svolítið breytt sko hvað þú getur gert. Ég meina núna ákveðu mjög margir að mæta á Austurvöll í svona ein stór mótmæli. Það er kannski annað en að fara eiginlega út í skemmdarverk eða henda glimmer yfir á þeirra eða þú veist það er hægt að er svolítið breytt hvað þú getur gert og hvað velur fólk eða þú veist og það sem ég svona sem mannfræðingur mjög mikið alltaf að pæli kyn og húðlit og alls eins svona bara hvað leifist mann að gera og hvað finnst mann að maður ætti að hafi kannski meira ábyrgð að gera já, ég kemst kannski upp með meiri hluti sem hvít kona heldur en ungur palestínskur maður og setur það þá ekki meira ábyrgð á mig ég veit það ekki þetta er bara alls konar spurningar sem að ég veit ekki hvort ég fæ konkrétt svör við en svona sem ég ímynda mér að komi inn í ákvörðunina hvort þú ætlar að taka þátt í einhverju andófi og í hvaða mæli Svo er þetta líka spurningin að lifa standandi sem manneskja eða hókin og til hvers lifum við
og jafnvel þótt að gæti kostað einhverjar gárur, eitthvað að gengur smá pus yfir skipið á einhverjum tímapunkti að ef maður með sko til langframa, ef maður með augun á einhverju framtíð til langframa, þá getur það kannski reynst nægur hvati til þess að fólk leggur eitthvað á sig. Órengast á puttunum í deginum í dag til þess að sjá fram á betri og réttlátari tíð síðar. Þetta ekki eitthvað sem er líklegt til þess að keyra marga mótmælendur áfram? Ég hugsa það og bara svona, og einhvern veginn líka bara eiga samtali sjálf og sér hver vil ég vera, hvaða manneskja vil ég vera á þessum tímum og þú veist, gerði ég eitthvað, gerði ég það sem ég gat, hvort sem það hafiði virkilega áhrif eða ekki og einhvern veginn, svo kemur bara oft þú veist að vera fyrirmynd fyrir börnin sín eða einhvern veginn að bara já, þetta sé svolítið bara svona svolítið basic hugmyndur hver maður vil vera sem manneskja og hluti á samfélagi og hvaða ábyrgð mann finnst maður hafa. Já, áströlsk rannsókn sýnir að það sem að fólk harmar mest á skömmu áður en það deyr á líknardeild þar að hafa ekki, sér mest eftir því að hafa ekki staðið betur með sjálfum sér og oft þetta sko klemma á milli samfélagsþrýstings, fjölskylduþrýstings, yfirmannaþrýstings, fyrirtækjaþrýstings eða þess að standa með sjálf og sér. Þannig að þú kannski nærði nokkra aukakrónur að þú stendur ekki með sjálf og þér. En hvernig líður þér rétt fyrir andlátið? Og ertu frjáls? Ertu sátt við þína framgöngu í lífinu? Og vonandi þurfum við ekki alltaf að bíða fram að dánadöðun, já, við getum séð það, bara þetta snúist aðeins hvað maður vill. Já, en ég nefna það sem dæmi að svona þegar nálgast inn efsta stund þá hlýtur að koma saman allt sem reyndist hégómi og líka allt það sem skiptir mestu máli í lífinu. Ekki satt? Jú, já. Líklegast. En sko, ertu byrjuð að tala við íslenska mótmælendur? Nei, ég er búin að vera svolítið lengi að koma mér á stað. Já. Fyrstum viðtölin á miðvikudaginn, þannig ég bara að byrja. Já. Ég er svona eins og vill verða þó að síðasta rannsóknarverkefni hafi átt að klárast í apríl, þá er ég ennþá að skrifa upp úr því, þannig að þetta maður svona dregur á eftir sér. Þannig að það var í sumar og svo bara, já, þá þurfti ég aðeins að leggjast yfir þetta. Það er eitt að skrifa, þú veist hvaða spurning maður vil svara og svo þegar maður fer að pæla í spurningaramanum, svolítið svona, ég held að það geti verið svolítið flókið fyrir fólk að benda á það konkrétt bara hvað hvetur mig til þess að mæta og gera eitthvað. Þannig ég er búin að vera aðeins að velta mér upp úr svona hver umræðuefnin ætti að vera nákvæmlega. En þetta er fyrstu viðtölir á miðvikudaginn og svo vonandi fyrir boltinn að rúlla. Ertu með tímaramma fyrir viðtölinn? Nei. Ég bara Geta þau orðið 3-4 klukktíma? Þau geta orðið það. Mín reynsla af fyrri rannsóknum er sko lengsta sem ég tekið 4 klukktíma, það bara var ekki gott. Þá er bara verið að fara hingað og þangað út allt og ég leyfi því að gerast að því það var greinilega maður finnur alveg fyrir sem rannsakandi ég er alltaf að taka, ég er að taka til þess að búa til rannsókn en greinilega var ég svolítið að gefa þarna líka, bara einhver vildi láta hlusta á sig, en það er ekki mjög notæft. Klukkutími rúmlega, en nú svona oftast bestu viðtölin og svo bara rosa gott ofta að hitta fólk aftur. Ég veit ekki hvort ég hef tíma í það. Nei. En þú veist, þannig hef ég unnið það bara fókus á fá einstaklinga og þannig þetta safnast saman en ekki svona maður sé hálfan dag í fullan viðtali. Nei. Hvernig gengur að fá fólk í svona viðtöl? Vel, hingað til. Ég er bjartsýn á þetta. Það var það gekk ágætlega ná í fyrrverandi hermenn í Burundi. Það var alveg frekar erfitt að fá burundist flóttafólk. Bara út að traust málum. Ég ímynda mér að fólk sé tilbúið að tala um þetta. Já. Kannski er ég ofbjartsýn, en þetta er ekki það viðkvæmur hópur. Nei. Og ég veit það ekki, ég held að það væri bara gott að svona fá aðeins að tala út. Já. Hvernig velurðu fólk? Sko, ég er að byrja bara á samtökunum.
En þannig að samtök herstöðanstæðinga og MFIK tala Ísland Palestínu, bara þau sem eru í stjórnum sem eru svona að skipuleggja hluti. Svo ætla ég svona bara fá þau til að kynna mig fyrir og svo langa mig líka að fara einhvern veginn á hinn endan af fólk sem ég ímynda mér að sé slata fólki sem hefur kannski aldrei tekið þátt í neinum friðaraktivisma fyrir október 23 og hafi allt einu svona bara blöskrað og byrjaði að gera eitthvað. Þannig að þá þarf ég einhvern veginn að auglýsa eftir þeim. Af hverju skiptir það samfélögum máli að við nýtum þannan rétt okkar? Já. Það var kannski komin út fyrir? Já. En ef þú leyfir þér að... Já. Svona... bara alltaf mikilvægt að allar raddir fá að heyrast, minnst að líka sko sérstaklega núna eftir innrásin í Úkraínu sem við erum ekki búin að tala og einhvern veginn breyta umræðu ógnir og einhvern veginn hvernig talaðum kannski stjórnvöld og svona stór hluti samfélagsins talar væðingu Evrópu sem viðbragði ógn. Nema ég sé það sem mjög miklu ógn að vopnaðist. Já, að Evrópa sé að vopnaðist bara. Hvað þá Ísland? Já. Ég vil vera að tala her og eitthvað. Einmitt. Og þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að þessar raddir fá að heyrast líka. Ég er ekki næf, ég skil alveg að það eru öðruvís ógnir núna heldur en voru fyrir 3 árum. En maður svolítið óttaslegin við að viðbröðin verði eiginlega meira ógn. Og það er náttúrulega, þá eru friðaraktivistar, það ætti náttúrulega að vera meiri friðarfræði, það er bara ekki neitt á Íslandi, en það er mjög sterkt í Noregi og þau finna fyrir því, Peace Research Institute Oslo og eru svona farin einhvern veginn að berjast fyrir ekki tilvist sinni, en að þau sé tekin alvarlega, að það sé ekki bara varnar rannsóknir og varnar umræði sem skiptir máli, heldur friður. Það er konsept sem skiptir máli líka. Þetta er alveg rétt hjá þér, rödd friðarhreyfinga eins og hér á landi, hún er ekki sterk núna. En við erum með hverjum fréttatíma einhvern dúdda sem að tala fyrir auknum hernaði. Nú það drónar, við maður fá okkur dróna til þess að verjast mögulegri dróna árás frá Rússum og eitthvað svona. Er líklegt hugsa maður að okkar tækni, okkar resursar og okkar smæð leyfi það að við komum upp öflugustu hervarna kerfum til þess að verjast árásum einhverjars risaríkja. Bara þetta eru skrýtnir tímar. Já, og man finnst þetta svona ólíklegt og bara svolítið hrættur við hvað gerist, hvað fylgir þessu, hvað verður lýðræði og mannréttindi og svona verndun á einkalífi fólks og bara maður sér svona allskins ógnir spretta fram, settar fram í einhvern búning sem viðbrögð við því tróknum. Þannig, og enn hefur einhvern tekst að búið til svo gott samfélag að stofnanir ríkisins bara virki 100%. Nei. Þess vegna þurfum við náttúrulega þáttöku almennings og við þurfum blaðamennskan hefur náttúrulega verið dæmi það að hún er til eftirlits og aðhaldshlutverk fjölmiðla vegna þess að það verður aldrei þannig að öll gangverk séu hnökralaus og þá þurfum við blaðamennskuna og með sama hætti þurfum við þáttöku fólks og við þurfum rannsóknir eins og þínar en En við erum líka bara samfélagi er náttúrulega bara við öll og svona ef við fyrir einhvern friðarfræði sem að Jóhann Galtung norsku maður var setti fram hugmyndir sínar frið sem eru mjög breiðar sem er ekki bara hægt að skjóta heldur að ná fram félagslegu réttlæti og jöfnuði og eitthvað það er jákvæður friður. Þá er náttúrulega bara ekkert samfélag heiminum komin nákvæmlega á þann stað að það sé ekki einhver svona eitthvað struktúral ofbeldi og vonandi eru við mörg ef ekki flest að reyna að vinna að betra samfélagi fyrir alla en það verður ekki einhver valda elita sem gerir það bara við vitum það. Hlutverk listamanna ég svolítið velti fyrir mér í mínu minni þá voru listamenn svona róttækari þeir voru fúsari til þess að
taka öfrandi afstöðu sko. Ég bara þótt að myndi kosta á nokkrar plötur í sölu. Já. Þetta nú bara eitthvað sem ég hendi út í loft. Já. Nei, en sko list líka svo rosa mikið. Ég meina það er náttúrulega til mjög svona listamenn sem að bara svona artivists sem að eru aktivistar / listafólk en svo fyrir listin líka í svona einhverja hærri miklu tengdari elitunni en það gæti verið þetta ætti að vera mjög mikilvægt að allir sem hafa eitthvað plattform segi eitthvað. Já. Eigum við að slá botnin í þetta spjall, þú nú lofa okkur því að þú komir aftur þegar þú komir með einhverjar niðurstöður. Já, það verður gaman. En eigum við svona kannski að reyna að binda endi á þetta með bara svona hvatningu einhvers konar já, fyrir að tala aðan sjálfsritskoðun og framkomuskoðun og eitthvað svona að því ég upplifi svolítið okkar þjóð og kannski heiminn að hluta til í einhverjum hlekkjum. Ég held stundum þessu ímyndaðir. Ég held stundum að sko óttin við einhverja afleiðingar á því að vera maður, manneskja og segja eitthvað og gera eitthvað hann sé sterkari heldur en raunveruleikinn. Er þetta ekki bara alveg rosalega mikilvægt að við nýtum sem flest rétt okkar til þess að lýsa afstöðu og gera eitthvað með hana? Jú, og ég held að sé gott, sko, sem bara tala svona persónulega að vera innan fólk sem er sama sinnis og bara einhvern veginn að taka þátt í einhverju sem er stærri en maður og að því að ég kannski hef verið að segja aðeins svo mikið að fólk sé að gera eitthvað sem hefur ekki endilega það mikið að segja en sko fjöldin skiptir máli sniðganga svín virkar það tekur bara svolítið langan tíma en það virkar mjög vel og fólk veit það og er rættu það í Ísrael þannig að þú veist, fólk skiptir máli almenningur skiptir máli Já, almenningur skiptir máli og hver og einn getur notað sína rödd til þess að breyta heiminum þótt kannski það gerist ekki alveg strax og sé bara í hænufetun þá Dropinn hólar steinin. Herðum, það eru ljómandi lokaorð. Kærar þakkir fyrir komuna og gangið vel með þessa rannsókn. Takk fyrir. Og þá er þættinum okkar lokið í dag. Ég minni á það að við verðum hér aftur í loftinu klukkan 8 á morgun með beina útsendingu af fréttum líðandi stundar. Mér langar einnig að minna ykkur á það að ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að gerast styrktaraðilar eða áskrifendur að efni samstöðurinnar en hafi bara ekki komið í verk, þá er einfalt mál að fara inn á vefslóðana samstöðin.is, skrolla niður, finna hnapp þar sem ástendur áskrift og gegn aðeins 2.750 krónum eða eins og við segjum stundum andvirði hálfs hamborgara í miðborginni getið þið haft mjög mikið með framgang okkar að segja hvort við höldum áfram að segja ykkur fréttir eða taka viðtal eins og þetta við mannfræðinga andof almennings frið og stríð eða hvað eina en þættinum er lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.